FM 95 Blö í samstarfi við CBD Reykjavík, Keiluhöllina, Pepsi Max og Loop Zero. 7. mars og klukkan 4 F9 Blöður hafi göngu sína fullu bátur, aldrei þessu vant. Hér situr maður beint á móti mér sem er tæpur á að missa fyrirlega bandið. Sá er búin að vera lítið á landinu. Erlendis, helmingin af árinu. Og það er komið mars. Og þannig bara að missa menn bandið. En nú er ég ekki með neina bókaða ferð. Nei, hún sagði okkur aðan, þú ert ekki með neina bókaða ferð það sem eftir árs. Já, líklega bara næsta ferð er líklega bara í janúar næsta ári, því miður. Ég sé ekkit svona... Þá getur við haldið bandinu. En sko, það er ólíklegast að fólk búið að vera að senda bara hann lítur að fara að missa bandið. Höddi, þjálfari Dalvíkur, okkar besti maður, hann bara, hey, bandið lítur að vera á tæft. Það er einnig með bestu vinum, en álur skellur að... Já, ég er bara að fíla, menn er á tannum og hann var að hugsa. Ég skil endara, auðvitað heldur ekki bandinu og drullar. Ég skil það alveg bara heldur vel, sko. Getur ekki verið bara alltaf ellendi, svo út maður í vinnu hérna. Já, ég var bara í skíðaferðinni. En hafður ekki bara gaman að þessu? Já, hefðu, skíðaferðin maður. Já, förum yfir þetta maður. Förum bara beint í þetta. Er þetta jafn gott frí og fólk talar um? Já, sko, mikið af mínum clients hafa verið að segja að skíðaferð sé besta fríið og svo golf sé close second. Já, ertu sammála þessu núna? Fyrir ári síðan þá var hvorugt inn í mínu lífi, ekki golfferðir og ekki skíðaferðir. Ég var ekki byrjar á neina þessu. Ég byrjaði í apríl í golfi. Þú náttúrulega fóst bara alltaf til Tenerife. Og nú er ég komið með þetta tventinn, skíðaferðir og golf. Hvort er betra? Ég segi bara what a time to be alive. En hvort er betra? Þetta er ekkert eðlilega gaman. Guð minn almáttuður hérna. Við sögðum hlustundu frá því að þú varst náttúrulega duglur að dæla okkur á Messenger. Já, ég nefndi á okkur. Þetta er svona frí sem að henda þér helviti vel að vera að vakna og snemma í betan. Snemma í gufu og eitthvað svona. Sko, það var vakna 7:30 alla daga. Við klikkuðum ekki einn dag á 7:30. Þannig að 7:30 alla daga, þá bara niður mættur í brekk, já ok, niður í morgumat. Já, ég fór að ég vilt fyrst hana niður, pantaði fyrir alla út af fólk var hans hægar en ég. Hvað pantaði? Þetta pantaði fyrir fólk, hvað varst að panta? Ég pantaði bara ham and cheese omelette fyrir alla, nema að Silja. Þú veit að það var góður í ennskunni eftir ferðina. Hvað sagður, ham and cheese omelette? En að Silja, hún borður ekki kjöt, þannig að þetta var cheese omelette fyrir alla. Við þurfum ekki bara svona tíl í ferðalagi. Morgumaturinn flottur. Svo bara ferði ég Þú vorst ekki að segja okkur hvað fólk Svo ferði ég morgumatinn. Þetta er ég fyrir dítelina. Þetta er of stór skýrsla núna. Svo ferði ég bara morgumatnum í gallan. Og svo mættu búið til liftu bara, ég veist, 8:40-ish eða eitthvað. Þarna vil ég, þú veist, ok, þetta er bara þetta er munurinn á mér og allir þarna. Steindi væri komin í liftuna 11. Ég er ekki að grínast. Sko, þá er partíð að vera búið. Já, ég meina, ég væri bara aldrei komin út á lappir einhvers staðar klukkan 8 þegar ég er að ferðast. Því að partur af mínu ferðalagi er að geta sofið, ég á 2 börn sko, ég sef aldrei. Þá getur þú ekki fyrir í skíðaferð. Fólk er komið í brekkuna klukkan 8. En það er ég ekki á leiðin í hana. En ég er að segja að þú veist, ég reyndi að væri til að segja, þetta er ekki eitthvað svona haha, en ég væri bara til að sjá þið á skíðum. Einhverja feita ból á skíðum? Nei, ákveð heldur ég að sagt, þetta er ekki eitthvað svona haha. Ég bara myndi ekki, þú nennir einhver vesinni. Sástu þegar Snorri Fasteignarsali var að detta 5 sinnum í brekkunni? Já. Ég myndi ekki nenn að vera í því. Málið, þetta var ekki fallega gert um með því postaði mynd. Hann er vanur þig ekki? Hann datt einu sinni. Nei, hann datt 5 sinnum á þessu vídeo sem sendur okkur. Hann datt einu sinni á 7 dögum og það var þetta moment síðan að record. Hann datt ekki aftur. Þetta var svört brekka, það eru mertar hérna blá, rauð og svört, já. Þannig ég var í rauðu þá. Þú var ekki svörtu. Ég hef búin að vera 2 daga á skíðum. Ég var farin að grýta mig niður svörtu like a fucking veteran. Ég er bara að fatta það, ég er ykkur besti skíðan og fyrst líka reyðum. Já, þú lúka er mjög vel að maður. Ég er winter sports guy svona, in the roots. Ég var alltaf að vera í landsliðsúrval í íshockey á sínum tíma. Svo líka bara svo hlustendur vita bara hvað þú ert ruglaður. Við bara alltaf þegar við Steindi vorum að vakna mótnana, þá bara beið skilaboð, kíkja á my gram, þetta er my greatest ever, eitthvað sáu þið skransi, bara svona eins og sonu minn væri skíðaferð sem var svona 12 ára, bara þið verðið að kíkja á því, ég var að skransi í kamerum. Veistu hvernig vídeó þetta voru? Ég skransaði og snjórin varði af the beer. Að segja svolítið, þetta er að sama og 11 ára gömul dóttir mín er að gera. Ég var að segja, þetta var eins og þetta var í svonum að segja þetta saman pappi, varstu búin að sjá skransin. Hún fæst þetta venna, hún tekur svona og sýnir mér eitthvað sem hún er að gera. Hún er ofta að gera eitthvað svona vídeo og stemningu. Ég hefði gaman að ekki miskilja. Hún er einmitt að gera svona, hérna, kemur svona síminn, svo fer hann svona, tekur hann svona að sér, hann fer allt í svart og svo tilbaka
Það er ekki bara hún komin í eitthvað annað Fólk í þessu, þetta er bara creating Og þetta er eiginlega bara að vinna með þetta 11 ára liðið miklu lengra komið en aðri Þannig að það er nú hrósust að líka með við Þú átti ekki að vera að reyna að gera eitthvað skiptinga sem krakkarnir að gera Bara taktum mynd og sett hann inn Nei, það besta við skíðaferðinar mitt the content Þú veist, þetta er fyrir mig sem a content creating machine Ég fann það bara því ég mætti á þetta fjalli bara shit maður, jagur út allt Bara I'm home Og líka það er eitthvað við að vera með þú veist með Aperol og hvítan snjó í bakgrunn og svona appelsíkunu fallegu drykkur allir í gír það var sko En til að klára skýrsluna það var 20. hitið þarna sól og það var samt snjór ég sagði, hvernig virkar þetta kjaftaði en það er á tenni, það er ekki snjór ferðirnar okkar voru svo ólíkar en segjum bara, mér langar að fá aðeins betri skýrslum þegar þú varst komin í brekkuna þú segir ef að Steindi var komin í brekkuna klukkan 11 þá var allt partíð búið hvernig er þetta, þið skýðið frá þá 8 til hádegis Steindi er Eða bara í bláu brekkunum Þú veist sem að væri 1 dag að mastera Og svo eru skálar allt Stoppa bara einhverju huggulugum Bara einhverjum tréskála Tilliði niður, næður er cold refreshing beer Það heitt einhvern veginn upp í fjallið Að sólina er blár heiminn og sól Og matur þar líka á svona Já, ekkert eðlilega, þetta er Ítalía sko Álfuru matur Þannig að En ég er að reyna að fá svona bara daginn þannig að þú tekur það í hátteginu Færðu svo skíðar aftur Ég vil segja skíði frá svona, segjum bara 8.45 Til sko, þú kannski tekur stopp Ég hef með reglu, þú stoppar á skála Beer, regla sem ég bjóð til hana Góð regla það segjum að, þið kannski tóku eftir í chatuna Þið kannski, það var klukkutíða munur Það flesti gerir það Þið voru kannski með mynda bjóð, kannski klukka 9 íslenskutíma Það var klukka 10 hann mér gerðu þetta anskára Og því ég og blöð, við erum farið í fótboltaferðir Hortu United og fyrir mér lobbyð okkur breskum ógeðslu hóteli Og ætlum við bjóð klukkan 10 Nei, opens ég 11 opnar 11 Þá bara hörðu, við viljum bjóð núna klukkan 10 Ítalinn, 0 vesen 8.30 Do you like a beer, sir? Bjór, alls saman á klukkana Svo tillir þú bara út Svo heldur þú áfram að skíða Svo ferðu á okkur, ekkert eðlilega Þetta er eðlilega góða matur þarna Þá borðaður, svo fer ég Après-ski fyrir þegar Steinþór út af þetta fokkin er ég eftir skí, après-ski eftir það skíðið er búið maður skilði að King Heiður Guðjóns að senda á okkur hvort við viljum komið gott après-ski þá sest maður okkur bekkju fyrir og spilu hálándstónlist ég vissi ekki hvað après-ski þýðir ég er að skóla ykkur og klukkan hvað er það? Þá mættu Ísli-málið það var fyrsta après-ski momentum mitt var í þessari ferð það var rosalegt það var bara flugvél alltaf nýlend og bara kasta af sér eitthvað síðan einhver staður, einhver íslendingar og einhver staður labbaðan inn, Maggi skeð með hópdans ég hef aldrei séð svona kjafta ég labbaðan inn bara fæði mér að beer, sé einhver íslending allar dans í takt, sé einhver hvað hressi gæjar að stjórna þessu dans King Maggi skeð og ég var limdir saman allar ferðin við tókum eftir því við Steindið ég held að senda okkur á tjattið okkar svona góða 15 myndir eitthvað saman hann sendur bara góða nótt ára frá Lulla núna á kvöldinu og bestu vinn sendur hann góða nótt svo tókum við steik saman og ég fekk álur í Latabæjar skýrslu við reyndar, það var góð hugmyndir hérna þú sendur okkur, við þurfum að fá hann í blökastið í alvöru spjall hann er með svo mikið á góð sög og svo líka er hann með svo mikið hann er líka svo mikið hugmyndur heilsu líka sem hann sko er líklega ekkert margir sammála Magga skef hvað honum finnst þú hvað er mikilvægt í svona með heilbrigða lífstíl en fastu undir hann hvernig samningurinn minn væri við okkar mann á efrihæðinni að lifa eins og ég vil og fara fyrr ég er ekki vissum að King Maggi skef sér sammálaðar þar sko ræðu það í blökastinu það er bara gott að fá skýrslu en bara Maggi skef en King Maggi skef veit samt að það eru hættur út allt þú getur bara lappa fyrir bíl svo bauðan okkur King Maggi skef svo hörðu ég með borðið þetta hann átti borða öllum flottustu veitingastöðunum hana og einu sinni fórum við okkur stað sem er geðsjúkur 2500 metra hæð og útsýni í sendingu hann myndaði eitthvað og þá var hann með besta borðið á staðunum eðlilega var Maggi skefin kóngurinn hann þekkti alla eigundur okkur einasta stað og hann sagði hann er náttúrulega spartak hann er búin að vera hann líka þetta er virkilega svona skipti nummer 100 svo sagði hann út að bóka borðugust það segði bara þekki Max from Iceland þetta er klárt þá thank you hann stýta Maggi skef niður í ég er að gefa öllum íslendingum þetta info maður það get ekki allir bara að segja þekki Max from Iceland 100 Grins heitir þetta gerðu eitt nafn að vinna með en hann var þú veist, Maggi skef á kass þannig að hann var satt ekki með gómnum þú veist, við vorum ofta svona tréborði bara okkur bekk með býr, þá horfði ég sniður sem ríka fólki var, þá satt Maggi skef okkur hvítan dúk og
champagne, aldrei verið betri sko. Það er gaman að þeim meistara. Bara að horfa á þig yfir á. Hann kom að labba ekki yfir, eru þið ruggluð? Hvað er að gera þetta? Ég sagði bara, við erum bara ekki með borðið hinum megin. Þú veist, eins og þið miður, við erum bara með gómunum hérna. Þú ert enga þjálfari, hann er Sporticus. Hann er æðislur. Já, þetta er snill. Hann er svo mikið að skemmtilegu sögum og setur bara í lönns með Magga Skef. Þú bara þegir, södrar og bara er að helfa goddamn time. Ég muni ekki þannig að hringdi í mig hérna, ég veit, sagði ég frá því hérna þættinu, þannig að hringdi í mig, þá var hann á Flórida af því að var að fara að setja upp hérna sýninguna núna bara Latibær aftur hérna í Háskólabíó og hann er svona típa, hann greinlega fær eitthvað fær eitthvað flug í hausinn og hann verður bara að klára það strax af því að hann ringir í mig, þá var klukkan svona 11:30 bara á þriðjudagskvöldi og hann bara sætti hennar, herðu já, ég er að fatta núna, hvað er klukkan hefur maður, er ég að ringja á seint? Nei, þetta er alltaf leið, við erum hérna, hann er 11:30, já, 11:30 hjá þér, ég er náttúrulega bara í golfi hérna á Flórida, já, ok, nice, já, herru, býttu, ég verð að slá, tekur högg, þannig að þetta var ekki bara svona, herru, ég ætla að klára golfringin og ringja svo, þetta var, tók hann bussa á þetta, now what's this drive, eða? Ég beið bara í símanum meðan hann tók drive og svo bara aftur inn í bíl, þannig að hann er svona, það þarf að gerast bara strax hjá hann, hann er doer, og svo þegar Latibær var á full swing, þá einu tíma sem hann gæti æft var bara svona 2-3 nóttina, flestir eru að fara í beint í betan, það var bara æfingu sko. Það eru bara nokkar svona típu til í heiminum sko. Steindi, hvað eru líkundur að þú takir æfingu? Munurinn á þessum ferðum eins og ég var að koma frá London og munurinn á því er að ég var að fara kannski út svona í hádeginu þá labbaði ég út þá er ég bara búin að vera upp í rúmi og búin að sofa og chilla og það er partur af fríinu hjá mér búin að kúka og fara í síman já, bara partur af fríinu er að hanga ég er ekki að dríga mig nýtt og svo labbaði ég bara út og fer eitthvað staðar, fæði mig brönns, fæði mig bjór London á þér kíki einhverjar netta búðir og já, en auðvitað væri þetta öðru sem þú væri í skíðaferð þú myndir nú drullar upp í brekku en þetta er ekki erfitt, málega þú kannski heldur þessi erfitt þú færi svona klá sem bara lokað þú veist, þú bara ekki svo við bláföllum bara við lokuðum klá sem er upphittu sæti og svo rennur þið niður ég er bara mest erfitt að fara út klán 7 á mótana það er eitthvað sem ég myndi aldrei borga krónu en þú ferði í bettan fyrr sko það kemur aðeins að móti það þreyttur eftir daginn hvenar er svona hvað heitir það eftirskið hérna hvenar er þetta búið ég get ekki sopna klán 10 ég get það ekki þóttu væri með gun to my head en þú ert búin að vera á skíðum allan daginn nei, líkams klukka mín er bara þannig að ég get ekki allt í einu farið bara helgina næstu og fara að sofa alltaf klán 10 það tekur mig mörg ára að reyna að snúa því Steindi, ef þú ert búin að vera í brekkunni á skíðum og gjössanlega búin á því þá myndur þú sopna fyrr ástæðan fyrir þú sopnar ekki fyrir London eins og þú sagði sjálfur þú ert farin á stjáa í hátteginu ég verið í brútal tökum sem fóru vel yfir 13-14 tíma dagur og erfiðatökur fór heim og við áttum flug til AC daginn eftir ég var komin heimtímin eitthvað 10 eða eitthvað, segjum það 10-11 kvöldi ok, eðlilega hef maður bara hendið í styrtu og fara að sofa ég var vakandi 4 mætti svo bara nei, ég get ekki, þú veist ég get ekki ráði bara hérna, en sko, en herru ég fór að sjá Book of Mormons já, herru, okkar bestu menn eftir Trey Parker og South Park hversu fyndi var það shit? Þetta var ógeðslega skemmtilegt ég mæli með því að fólk taki og hendi sér annað stóðst það væntingar? Já, það gerði það sko og gróft grín líka svo þeir eru ofta já þannig að, já, vel gróft þannig að, þetta var bara hvað sín ekki löng? Hún var löng sko 2,5 eða eitthvað það var hlésand og svona fullur salur alveg og veistu hvað fólk gerir? Það er hefð þarna að fá sér ís í hlið fegstu þér ís? Já ég fór bara í full experience þannig ég fekk bara komið með súkkulaði shake eða svona með skeið og horfa varst ekki með goddamn beer? Já, með rauðvin líka það var lagi rauðvin og ís já, þú máttir fara fram og kaupa já, London er visslega London, tóttina bara að fara að falla já, það skellur bara í Hamma og BB King Óli þeir eru undir ekki fallseti núna en að tapa það er fleiri celebrities sem tóttina hjá með BB King Óli með þetta er bara búið það já, ég held sem bara komið öll celebin herðu, það er líka stórt við þessa dagsendingu við föttum það áðan hérna vorum að hitta stöðlabandi að það núna eru akkurat í dag 6 ár síðan að þú cancelaði fyrsta gigjunuðin í COVID já það var 7. mars sem var bara svona herðu það má ekki vera með gig lengur akkur leið mér svo var ekki 6 ár síðan COVID við líður þess að sé svona 3 ár síðan það eru 6 ár síðan að byrja eða ekki svo var það í 3 ár en sko málega það ég tækluðu við COVID rétt nei
heldur langt frá því sko. Gætum ekki að drulla meira sko. Þetta við verðum ridiculed næstu 200-500 árin hérna þegar við í sögutímum hjá okkur og góðum. Var það ekki allur heimur þess að það var ekki bara Ísland sem var að gefa út eitthvað lag bara verið heimum páskana? Þetta var 10 sinum jú, það einu land sem gátt lagið en þetta var 10 sinum já, shit, lagið lagið þetta ferðust innanlands en þetta var strangar annars ferðust heima, þú máttur ekki fara nýtt já, þetta var miklu strangar annars þar já, það er sant Sumi gátt ekki bara fara út úr húsi Svíjarnir sögðu bara, ég getið skít, við erum bara alltaf haldið að party og það er samt lúðar sko. ótrúlega Svíin átt ekki það já, og svo endur að grenja og látur fengu hita á þessum tíma hvað er ykkur rugglaður svo það er skellilega hefandi þetta sko. það, fóruð eitthvað betur út úr þessu? Er það eitthvað grenjandi og látur það? Ekki hugmynd sko, ég bara segi ég held að segja eitthvað, mig grunar við hefum ekkert farið endilega betur út þessu ég ætla að fara yfir þátt dagsins og ég er með hvor nær-drengin, það hefur ekki verið í langa tíma frábæliður Rikki G kemur út í heimsókn og það er ekki ástæðalausum við fundum klippuna þetta sko, ég held að þetta er í byrjun des já, nú þurfum við að byrjun sko já, þá var sem sagt Rikki að fara að skýra dóttir sína Egill giskar á rétt nafni beinni útsendingu ég hef aldrei séð lélegra pokerface á æviminni heldur en Rikka ég sá bara hann giskar á rétt maður sá bara strax eftir nafni á stefni sko Rikki er ekki góður í póker hræðilegur sko. þannig að það kom þar í ljós og þau byðu með þetta og hann sagði okkur samt ekki eftir spjalli nei við spurðum hann vissi ekkert eitthvað hvað nátt að gera nálætti hann var bara hvítur í framann já, og þá veist einhver Nord sem sagði ég get ekki ég vildi óska að ég geti sagt bara hörðu, ég kallaði bara það nafn það er bara því miður ekki rétt ég hitti Nord sem sagði með nafni áður en að Rikki gaf það út sko, og bara, ég þarf að lesa tjattið okkar með Rikka þegar þú varst að segja Rikka þetta, Rikki bara hvað á Nord hann náttúrulega fór bara í panik en hefur Nordin ekki einhvern veginn heyrt af nafninu gegnum fjölskyldutengsl við Rikka og allt þessi hann er bara með að goddamn gift það er þetta atriði hann er Nordin og Rikki þekkast ekki við erum bara nóg salin og Rikka geði bara hlerandi hvað við vorum að tala um að skýra bandið ég held kannski að Nordin væri bara góður vinur nei, málega er að þú veist svo Rikki og Valdís þau eru ekkert að segja þau segja ekki svona fóldur sín hvað bandið og heitna og heldur fokkin kjafti þangað til þú skýrir það vissi enginn þetta nema Nordin en kallar hún sér Nord? Nei, hún er Nord hún er illa við að skipta það Nordin er ekki gott orð þetta kemur allt í ljósu eftir hvað Nordin er þið get loð, þið þekkja hann og allir íslika þekkja hann í rauninni sko. og ég held að ég sé að koma í VS með þetta því að nú frammeðis mun að vera hringt og spurðu bara Maggi skefur einn og þannig að krakka hvað mun hann að heita hann bara segir hún bara hvað krakkin heitir herðu þetta kemur allt í ljósu þetta er alltaf mjög skrítið hver Nordin er spurningkefni Gilsarnas hvað er að vinna með þar King of the Mountain Ég hugsaði þetta, ég var núna upp í fjalli 2500 metrum að skíða og eiga mitt eitt besta frí en bara sögunar ég seti þetta bara par með Gólförðum og Tomorrowland að ég hugsaði bara hver myndi fitta betur ég þarf að taka annan eitthvað með hérna ég fer eðlilega aftur hana þessa veistlu það er bara janúar næsta ári eða februar við getum hvorið skíða hver er betra smell það tækir ykkur eina ferð Steinþór ekki eina ferð, einn dag ég færi á snjóbretti fyrir eitthvað því ég var á hjólbretti ég er einhvern veginn sko ég var hættu við þetta upp á 0-1 það er verið að selja mér þetta aftur ég gæti verið að henda mér í skíðaferð þetta væri bara fyrsti dagurinn smá geta henguveit komið þetta er ekki en skíðaferð þar sem hún byrjar í brekkunum 10 liti er það ekki til? Ég menn, hörðu þú bara kemur á þínu tíma það er líka fylliböld sem kom bara kl. 10 skilur þú veist, þá ég fær í brekkuna og sendi ég þið bara stendi, ég er upp í þessum skála hérna og bara færð þú, hristir þið, færð í morgunbætun og kemur svo kl. 10 við erum með myndur fyrir kæst það sem þú varst að lýsa og svo við erum með brandarhaldni af pappa Steinda King Freki Dór okkar stærsta popstjarna kemur í spjall við erum með ég er að gleyma ykkur hérna Steindi, hvað ástu áttu með? Brandarhaldni pappi og myndur fyrir kæst spurta staðrendi líka það var sem ég var að gleyma augljósar, ég geti hendið það fyrir líka já, það er nóg að vera drengir herri, svo sá ég að það er að koma, það var læknir hérna að segja það er ekkert langt í það að þú fáið botox í pungin hvað hérna, nei, ákveður, hvað græður á því? það sér þetta eitthvað sléttan eða ekki eitthvað já, afhverju slétt á sér pungin hafið þið, náttúrulega þú hefur farið lítið að gera þig já, ég fór lítið að gera daginn og það var hvað, auglókin ég held ég nýbyrjar þeirri veislu sko ég held að vera að keira það vel upp held ég núna hvað ætlar að taka næst? ætlar að taka eins og Simonin ég fór í auglóka að gera sem er og Hannes, leikstur okkar besti maður hann er á leiðinu líka, hann senda á mig skilabóð hvern fórstu til og ég am going og
Þannig að hann að fara í lítið aðgerð líka og þetta er Heldur að hann að viljað Þórar Ég er ekki vissum hann að vilja setja núna, ég verður ekki það En svo bara svo bara gaman að fara í eitthvað annað hvort það sé Botox á pungin eða bara, ég fari í eitthvað Mundu þið setja Botox í andlitið á okkur? Af því að sko Patrikur Hæmi sem var hérna undan og Gugga þau bara hlóu þegar ég spurði einhvern mann hvort þau eru búin að fyrir Botox Já sko Þau bara grennu og hlátur eins og ég er bara að kalla þetta svæf á sér ennið Gælun að kalla þetta svæf ennið Er þetta eitthvað sem við þurfum að fara að skoða að svæfa okkur ennið? Þetta er alveg svo að sko áhrifvalda vilja vera kallaðir content creators og núna vil fólk tala Botox aðgerðir sem að svæfa á sér ennið Sko ég var alveg til í að skoða Það má alltaf finna nýjum nöfn, er þetta ekki bara En ég var Botox? til í að annarkur ykkur myndi var fyrst í það og komið info Sama hér, ég myndi ekki nefnir fyrstur á okkur þriðan ykkur Það er hræður að fara í eitthvað aðgerð og það verður bara hvað varst að gera ennið? Steindi, þú ert samt, þú ert ekki eðlilega huggulegur en það var gaman að þú myndi byrja Að láta sprauta einhverju í mig er ekki á topp sko 100 hjá mér Þannig að þetta er ekki ofanlega Myndur aldrei fara í Botox? Ég veit ekki, en þú veist þetta er allavega ekki komið á þetta er ekki á lista sko Ekki að to-do? Nei, mér er alltaf lægi eldast sko Ég bara Þú líka ert huggulegur sko Það er enga þegar hefnir sem eru bara ljóti og þá þarftu bara að fara í sem eru bara ljóti Það er Botox að geta að fara að græja það Miklu huggulegur Ég er ekki að dæma það Og þetta fólk fari í þetta, það er ljótar að Ef ég myndi fara í eitthvað svona þá myndi ég fara örugglega í Sam og Egill því að ég er með svona sígandi augnlok Er það hérna algengt svona augnloka aðgerð sem þú veist í? Algengast aðgerð sem þið gera Þetta er að þú veist á Og er þetta til að yngja þig eða? Nei, þetta er bara síga og þú bara þetta tekur, veist hann var svona 35 mínútur að þessu En þú varst alveg í 2 vikur eins og það eru búið að berja glóðuruga í smá tíma eftir sko og tekur það bara kassan Steindi er, veist, en hvað sem er að fighter hann myndi ekki að spurninga svona hvað ég hefði gest sko Svo er Steindi náttúrulega 4 árum yngri við Annar okkar þyrst til að byrja á þessu Botoxi og svo þurfum bara, við þurfum að taka bara En að kastu upp En ég er bara að sofa minna því í gegnum væðina þú hattar að sofa Þannig að ég held ég jafn ykkur að lúti En þú hattar að sofa en samt viltu sofa í ferðunum Nei, fyrir mér er bara, þú veist, ég nenni ekki að það er ekkit leiðilega en ég er í einhverju ferðum með fullt af fólki þegar er einhver lobbyklukkan ég bara heyri ykkur ég fer út á eftir og ég ringi ykkur ég loða ykkur, ég ætla ekki að labba einnum ég ringi bara ykkur Þú ert ekki að hittast niður lobby? Nei, ég nenni ekki ykkur svona strikt plönum Nei Herðu, drengir, Býttu, okkur er þetta í gangi? 15 ára á tökkunum En það sá ég strax bara Við ætlum að bladra í 25 Ég er bara að spila þetta Stuðlabandi hitt okkur aðan á Ólífa Þeir voru að gefa út, þetta kemur þetta ekki á Spotify fyrir næstu viku, en þetta er komið inn á YouTube. Ef við skrifið Stuðlabandi hver er svo besti, þetta er alvöru útgáfa, það er búið að covera hver er svo besti. Það er great honor. Já, og hér er okkar bestu menn í Stuðlabandinu að taka hver er svo besti live og metalútgáfu. Við ætlum að opna þáttan því. Þetta er topp tónlistarstöðin. Alvöru útgáfa þarna hjá okkar bestu mennum í Stuðlabandinu. Þeir voru að gefa út rock útgáfu af hver er svo besti. Heldur vel gert. Já, mjög vel gert og þetta er live útgáfa sem er tekin á Góðulettunni. Já, og kemur á Spotify næstu viku en komið inn á YouTube. En drengir, það er slúður. Ég ætla ekki í Beckham fjölskylduna því ég komið nóg að henni. Ég nenni ekki að fjalla hann. En það er líka komið í ljós núna officially að þau eru að eldast við headlines. Af því að þú sást það að þau voru að henda ammæliskauðinni. Ég nenni ekki að rífast við aftur og næstu ég fann að rífast við inn á Messenger. Þetta er strákurinn þeirra. Þetta er sonur þeirra, hann ammæli og hann svarar ekki símtölum með SMS-um frá þeim. Þannig að kannski langaði hann bara að koma til hans bara til að hann ekki með ammælið. Hann sér SMS-in sko. Þú veist, þú átt börn sjálfur eða ekki? Jú, en sko málið það, ef ég ætti sko Það er ekki ekki í Beckham fjölskylduna. Nei, ég byrju. Já, ég leiðum að ræða. Ég þarf að ræða. Ég elskar gott ræða. Ég ætla bara aðeins að segja mína skoðun sem að þú og Teddy væru í vesenni. Þú ert búin að segja þessa skoðun svona 10 sinni. Ok, og þú getur sendt. Þú vilt meina þetta sé til að selja fleiri nærbjöksur. Ég er bara ekki sammála það. Þú getur sendt Tedda núna SMS. Ég veit, þú talar ekki við mig, elsku sonur sem er galið og allt þetta. En til hamingju með daginn í dýrkaði. Ok, en þú þarft ekki að setja auðvitað vissu þegar kemur fréttir út allt. Þau eru með marga milljónir og allir að pæli í þessu drama. Þau setja bæði í stóri. Þau eru ekki óskonum til hamingju með daginn til þess að reyna að selja fleiri nærbjöksur. Það er bara í svona 100. sinn. Þetta er liðið metið á milljarða sko. Já, business is booming. Sko. Þau eru að selja með nærbjöksum. Það er sko punkturinn. Þú segir kannski ekki að reyna en það er að koma á nærbjöksnasalan er að keyrast alveg vel upp. Google segir allavega að salan hafi aldrei verið betri. Já, ok, þannig að þetta er ekki flóknara það, bara svona
sambandi við börnin og selja hans meira? Nei, ég er að segja að það hafi Það er bara verið viljandi gert. Nei, ég held að það sé ekki viljandi gert. En þau geta líka núna bara fengið sér sík og bara, drepum þetta rugl. Hvað ætlum við að halda þessu lífi? Þetta er barnið þeirra. Þú ert óskaðin til hamingju með daginn. Hann er eitthvað skrítinn. Já, hann er, svo er bondarinn. Ég hitti bondarinn í ræktinni. Þetta var bara troll í honum. Siggi Bond, hann er Becka megin. Þetta var svona bara alvöru. Þannig að þá þekki ég engan sem að stiði Brooklyn í þessu. Nei, þetta er ekki hægt með þess að Gordon Ramsay sagði bara, það er ekki lagi með krakkan. Er þið búin að horfa á þættinu hann, Gordon Ramsay á Netflix? Það er ekki lagi með krakkan. Hann hlýtur að segja Gordon Ramsay tala hreina íslensku. Já, hann er bara eitthvað rugglaður. Herðu, er það ekki það? Ég meina, þú veist, sko kass á það til að þetta margu verður á öðrum abi, þú veist það? Þú samtu þá sínum tíma það sé bara mikið til í því þessi krakki, ef þau bara verið þarna veist, ef Beckham væri bara í vörð og Victoria væri bara þarna SS-pilsum, þá líklega væri hann ekki að bilaður og neyri það sko. Nei, hann er búin að fá allt upp í hendurna. Þannig að þetta er svona það er ekki allar barnastjörnur sem ná að halda. Hann er náttúrulega engin barnastjörnur. Nei, ég er samt semi, Beckham með það frægur, hann er búin að vera í þið mýri í alla fokkin æl. Það er eitthvað grilla að halda þess alltaf áfram í stóriónum maður. Hann átti afmæli, ég nenni ekki að rífast við. Barnið átti afmæli. Já, það er hægt að koma Ég sé þegar Ronja og Matildur er afmæli. Þú setur í stóri eitthvað, það er ekki til að selja fleiri áskriftir af blökastinu. Það er bara þú óska barninu til hamingju með daginn. Já, bara algjörlega, en þú veist, hann er búin að segja bara henni ekki að hafa samband við mig, hann er búin að segja það bara ekki að hafa samband við mig, ég vil ekki hafa samband við ykkur. Já, þú gefst ekkert upp samt. Nei, þess vegna myndir þú senda persónuna alltaf, þú myndir aldrei setja í stóri. Heldur þú hafi ekki gert það líka? Heldur þú hafi bara sett inn á Instagram? Þetta er alveg grilla. Það er slúður sem ég held að hafi ekki farið fram hjá neinum á Íslandi með Jim Carrey, voru ekki að fylgjast með því? Þetta er stórfurðulegt. Það kom í ljós að þetta var eftir hann með ekki? Nei, svo var það bara lígi, þetta var bara hann. Það var skemm líka, þetta var engin gríma, þetta var bara Jim Carrey. En hann hefur hins vegar ekki komið fram persónlega og rætti það, hann hlýtur að vita af þessu, það er allir að tala um þetta. En þetta er bara, fyrst að ég hugsaði enn lítið-aðgerðin, þetta er ekki flókið, celebrities fara lítið-aðgerðir og þá ert það hans öðruvísi, ég sér bara, þetta er ekki fyrsti gæðin sem fer í ykkur, það er aðeins verið fokkaður upp, þessi fillers, sleftu þeim, þá er frekar í botox eða augnlokaðagerð, en ekki fara í fillers. Er einhver maður á jörðinu sem hefur nýtt andliti á sig meira fyrir bara vinnu sína heldur en Jim Carrey? Og ég haldi að hann var í síðasti gæðin, þetta er ekki botox, þetta er fillers. Botox bara sléttir að svæfið það er endið sko. Þetta er miklu meira það sko. En svo hérna já, þú veist, en menn voru byrjað að tala um að væri búið að klónan og eitthvað, veist, og hann var fólk fyrir alltaf beint í klónan sko. Hvaða andlegu veikiti ertu með þú heldur að það sé búið að klóna eitthvað þá hann fær eitthvað lítið ekki? Svo fyrir þetta alveg flug. Keksur ugla liðið. En ég meina, svo má heldur ekki gleyma, ég meina, það er búið klónan. Er ekki Jim Carrey? Það er eitthvað annar hann að þykjast vera hann á svona hátíð. Hvað ruglaði liðið er? Jim Carrey ætla hann sig ekki að vera 70 ára gamall. Ég meina, lítur hann ekki bara frábærlega vel út? Hvað er það gamall Egill? Þú ert svo snöggur að googla. Þú meina hann sé engin snöggur 62, hann var helvítir þetta. Nei, svo gamall. Nei? Hvað er hann? 62 er besti aldrei. Já, ok, en sko en ekki 70 sko. Nei, ég meina, ég var hugsað bara stýttist þig að sant? Já, ég meina Ace Ventura 6 ár í það. Ace Ventura kemur hvað, 93 eða eitthvað? Hann gerði Ace Ventura, Dumb and Dumber og The Mask á sama ári. Já, það er stærsta ár held ég bara í sögu. Stærsta rönn hjá leikara bara ever. Það er alltaf bara að posta mynd á augunum og hann hörður allt öðru þessu litur á augunum og bara, hvað er að gera þetta? Þetta er bara á öllum, bara allur algoritmin var bara þetta. En var þetta ekki eitthvað svoleiðis að koma út af það? Þessa myndir allar, Mask, Dumb and Dumber, Ace Ventura, Forrest Gump, Jurassic Park. Nei, það var annað ár. Það var Shawshank Redemption og þetta allt kom út sama ár, Pulp Fiction, 94. Þetta svona ár kom ekki af þessu. Þegar ég sá hérna, menn var velta steinum bara svona hvað var að gerast með þetta. Þegar ég sá þessa útskýringu og hugsaði okkur, þá var þetta besta marketing scheme in the history of mankind að hann væri að markasetja Mask 2 og láta gæja með grímu vera það real að fólk held að vera hann og var að taka viðtöl við hann. Það var þetta besta markasetning og bíómynd sögunar, en því miður var það ekki stað. Nei, en svo hefur eins og ég segir það sem er að random gæja með grímu. Það sem er að baka liðið er að hann hefur ekki komið út sjálfur og minnst á þetta allt saman.
Hann hefur ekki Hann er bara in his mansion með smoking a pancake og nefnir ekki standi í þessu sko Kannski röglega hundlegilegt fyrir hann að fara að taka mót ykkur velunum, hann tók ræðun hann bara á frönsku sko eins og ekkert væri og bara allir að tala þetta bara maður væri geggjaður og svo allir að tala hvernig hann lítur út Ef þetta væri Mask 2 promotion það var allir í heiminn að fara á þessa mynd Ég held ég bara driflegilegt fyrir hann að vera heima á sér eins og þú sagði með sígaretun og kíkja á opna neti og sjá allir halda hann sér klóna það er ekki gaman sko Þá veistu að lítaaðgerðin gekk ekki vel allir að tala Læknirinn hans og læknirinn á Simon Cowell og Madonna það þarf að sippa þessu lið alveg beint út fara bara til Hannes en hann var hættur alveg að leika og svona. Hann tók síðan að sig bara Sonic hlutverkinn en hann var búinn að leggja svolítið á hilluna Svo er það næsti, það er Íslandsvinnurinn Justin Timberlake Hann er núna að höfða mál gegn Sag Harbor á Long Island Hann er að koma í veg fyrir að myndefni úr líkamsmyndaðal frá löggunni þegar hann var handtekinn fullur að hún fari fara á neti, TMZ og allar þessar var hann þar að rífa alveg kæft það var bara gefið út bara Nei, sko, myndbandið hefur aldrei sést Nei, það verður, þá var að tala um að það verður bara officially gefið út bara svo hann getur ekki notað celebrity status til að stoppa það Hann er að reyna það með lögfræðingum og ég skil hann Þetta er ekki eitthvað sem hún nennir að fara í einhverja listingum allan heim bara sko. fullur eitthvað Var hann dónalögur við lögreglumannin eða eitthvað, það er ekki gott heldur sko Hann er virðistur að veika leiðilögur fræg lína, hann sagði vist við lögregluþjónin sem að þekkt hann ekki veist ekki hver ég er, þetta mun eyðileggja túrin minn og hann bara hvaða túr, sko yfir sem að hann tók hann vissi ekki að væri Justin Timberlake Veist ekki hver ég er rosalega vond lína þegar þú bestaður sko Það er hrigalega lína sko Veist ekki hver ég er Ég er fucking Justin Timberlake hann ógeðið Það er ekki gott sko Það er hrigalega En löggan vissi ekkert hver það var Nei, vissi ekkert hvað túra hann sagði this will ruin the tour This will ruin the tour Eðlilega vill hann ekki að þetta fari út maður Jesus, this will ruin the tour Myndu þið selja miðan ykkar við að sjá söngaran blindfullan rífa kæfti löggu? Aldrei Ég myndi nú ekki fara beint á nitt og selja miðan sko Og við talaðum Justin Timberlake í nokkur ár Telma, mákona mín, hún eðilega svolítið Justin fyrir mér vildi meina að hann væri svo mikil eigin hagsmunasegur En ef ég væri ekki stattur í Köpen eða London að vera tónleika með Justin Timberlake, ég myndi fara Já, og hann á að vera hundlegur Ég er ekki viss, ég myndi renna það sko Ég myndi kannski gera það bara, ég væri með Myndir ekki fara að sjá Just? Ég myndi ekki fara heldur sko Ég voru okkur tónleikum með henni kornum hana Það voru góða tónleikar Justin Bieber tónleikarnir voru hins vegar viðbjöð Ég bara hef engan áhuga að fara á Justin Timberlake ekki í Köpen Ekki við gæti setið bara og röfla sko En á móti, þú veist ég mér að Ég færi Hann ágætt sleikari Herri, svo er í lokin að Tom Holland og Zendaya Þau eru búin að gifta sig Og þau eru svona, ég held með þeim Holland og Zendaya Já, hann er náttúrulega Hver er það aftur? Spiderman? Já, hver er hún aftur? Zendaya, bara einn stærsta stjarn í heimi Sem er Í Dún Ég sé þetta náttúrulega ekki Þú náttúrulega veist ekkert hvernig Þetta er Mínus 2 sko Euphoria Sýndum ykkur að mynda fartölu Hann sá ekki svona lifti fartölu Ég sé hvað á myndina sem var á fartölu Reynda veit steiti ekki fyrir neitt En við höldum með þeim Já, ég fíla þau Er þetta ekki Hammingi Óskir hérna frá Íslandi? Það er FNÍ Blöð stúdíónu Innilega til hammingiður að hlusta Tom Holland og Zendaya Annars var þetta slúðupakki dagsins Skuldum auglýsingar og já, svo er við Ég hlakka til að fá Rikka Við erum að fara yfir þetta Ég hlakka til að revíla Nordina Hann er á leiðinni að velta fyrir sig hvað Nordin er sko Já, þetta er bara mjög skeri Hér strax eftir auglýsingar fyrir við Hvor er nær sem höfður ekki smá tíma Þetta er FM FM 957 Þetta er alvöru lag og alvöru hljómsveit Kvarasi, það var verið að tilkynna þeir verða með risa tónleika í Laugardalshöll 30 ára afmæli Kvarasi 19. september 2006 Gekja Já, ég get lofa ekki því að ég er að fara að mæta í höllina 19. september Já, alltaf Er þetta ekki einn besta hljómsveit bara Íslands sögunar? Bara legendary band Við erum alltaf að fara að mæta í höllina Það er staðfest Já, það er þannig talandi um legends Þá er komið legend hérna í hús Við ætlum að fara í þetta setna á eftir En við getum ekki beðið Rikki er mættur og verður velkomin Rikki Herru, takk Rikir Í rosalegu jakka Bara einhvern flottasta jakka sem ég séð Já, þessu töðunar með Rikki hvað tökulegur, ég þólið ekki Hvað kostar svona jakki sem þetta í? Vínrauður Þetta er bara svona koktelflauilsjakki, hann er ekki dýr sko Ógeðslega flottur Já, takk kjærlega Hvað kostar svona stykki? Ég bara veit ekki Hann er ekki ódýr, ég get lofað því. 60 kallið eitthvað Og skór Downplaya þetta ekkert eðlilega Slaki á mikið mig, Og sokkarnir líka. Þetta er bara kokteljakki Já, mótumarsokkanir Yes sir Og hvaða fyllir betur að gifta sig í kvöld? Það er ekkert brúkup, það er ásáttíð Ég ætla að vera bara í brúkupunum Nei, tek ásáttíð svona endrum og eins Þú veist að það er einhver einnkomið að Rikki veit ekki hvað svona jakki kostar
og hún gæti bara að gera mér sama þetta Harry Maguire spurði mig í retreat hvað kostar að gista hérna það dýrasta hótel á Íslandi, hann gæti að gera mér sama hann veist ekki hvað það kostaði, sko, sama með King Richard keypti hann í jakka labban í herragarðinu, ætla að fá hann í jakka þú heyrir ekki, það er alltaf stefning að koma það er alltaf jafn gaman að koma en það er sammála í sko, það er eitt sem við erum búin að vera að bíða með því að þetta var hérna þátturinn sem að Rikki var þegar ég var að fljúa heim frá Manchester svo kom ég og var með ykkur að því ég náði þættinum þetta var 5. desember, þetta er bara rétt ég er ekki byrjar í vinna aftur, þetta er rétt áruna þetta er bara rétt eftir að litla fæðist og það er verið að svona spyrja hvernig er á að skýra og þú segir, ég er að spara að spila bara eins klippuna þetta sem að við erum að tala byrjum bara á henni við ætlum að byrja the chit-chat þá komumst við að því að það er engin verri í póker heldur Rikki ekki þetta hefði átt að vera í mynd sko svipurinn á svipurinn var bestur sko ég held að fólk sem er að hlusta það er að ímynda sér bara hvernig svipurinn á Richie var hann var hvítur í framann ég ætla að spila þetta 15 ára síma svona aðeins í hárið og setti svona toppin að þessu með nákvæmleins hár og ég held þessi með randi Sóldís já, ok akkur bara meika sens við fjölskyldun og póker við Rikka þá myndi ég svona halda að fara skoða akkur heldur það? Með við svipar þetta meikar sens bara við, þú veist það er fallegt nafn já, Svandís, Valdís, Rikki já, Sóldís, Dís Svandís, Valdís og Dís ekki svo algengt, mjög fallegt mjög fallegt Herru, hvað, við erum með hellingi þættinum í dag Það fyrir að reyna að breyta umræðinni það kemur í ljós að hvað heitir dóttir þín, Rikki? hún heitir Sóldís Steinin þannig að Egill giskað á rétt nafn í beinútsendingu og ástæða fyrir því að og þú var spýtur í framann já, ég bara panikaði því að það voru bara 2 manneskjur á þessari jarðkringlu sem vissu þetta það var ég og kona mín og ég bara ég hugsaði bara hvernig, ég vissum leið bara ég sá svipur á Rikka bara ok, hún á að heita Sóldís ég held þarna bara, ég ætla að giska bara á nafnið og það er bara verið, þú veist, þannig en síðan kemur í ljós þegar Egill fyrir að henda inn á tjattið hjá okkur sem að Rikki var ekki spenntur fyrir og það gerist þegar sko, það gerist sama dag í rauninni bara þegar dóttir færnafnu þá byrjar Egill að senda hérna ég er ekki fyrir mér restina skýrðandeginu og þá segir Egill sko hérna í tjattið að það hafi ekki verið hann að kíska út í bláinn heldur hafi Nord sagt honum og þá var þetta allt svo sérstaklega þá var þetta bara skrítið, bara hvað áttu við viltu lesa þetta upp sko lestu bara skallið þetta er hérna, ótrúlega dæmi ég var líka eins og skítur í frama þegar hann kallaði þetta segir Rikki, að Rikki sendir okkur að nafni sem komi bara nafni komi Egill, þú hafði rétt fyrir helviti, eitthvað svona og ég segi við þurfum að finna klippuna shit, rosalegt eitthvað, hérna hvernig varstu þessi þáttur og Rikki segir ótrúlega dæmi, ég var líka eins og skítur í frama þegar hann kallaði þetta þá kemur Egill, ég er með rosalega sögu með þetta við þurfum að fara yfir það var Nord sem sagði mér þetta sem er rosalegt sem er óþægilegt að heyra þegar Nord, what the fuck, hvaða Nord, hvað er þetta að tala og svo kemur ekkert svar frá Agli og þá kemur frá Rikka svo 5 minútur senna hvaða anskotast Nord gilsari no joke, hvaða Nord var hvaða anskotast Nord og þá kemur frá Agli, ég kemur skýslu fljótlega og kemur frá Rikka, Jésús, veit ég vil vita þetta núna, hvaða Nord ég hef aldrei heyrt svona á þvælu, þetta er bara 0 fyndi þetta er óþægilegt ef eitthvað er hvaða Nord var þannig að núna fáum við að vita það var vel óþægilegt að fá þetta að skýrna þetta bara að hafa verið hérna manneskjöld í bæ búin að kalla þetta sko ekkert manneskjöld í bæ, hann sagði Nord og hver sko kallaði þetta ég ætla ekki að segja það, ég ætla bara að spila klippu og það sem Nordin er í víluð og hérna og svo veltum við steinum eftir það og því að þetta er Nord sem að ég fyrst að veit ekki margir að þetta er Nord fyrir núna, þú veist, og nú þarf að vera til að taka það bara kassan ég held að þetta verið miðill erlendis og þetta er ekki í fyrsta skipti sem hún kalla nafna börnum sem engin veit hvað, þetta er pírutana hún er með að gift spilaðu bara klippina svo ég með fullt að spila bara á þessu þannig að kannski setið bara okkur headphone eða viljið hlusta en heldur að sé að henda Valdís í jólabúningin húsið sko veitu hvað, ég er hérna, hann var náttúrulega eignast barn, það er ekki ótrúlega fallegt barn já, ég hef ekki séð barnið, ég vissi bara að hann mætti vona annars stelpu og ég er
bara með sterka tilfinningu að ég veit hvað hann ætla að skýra bannið. Ok, það er giska núna í beinni. Nei, Solla hefur svo alltaf eftir. Þetta er bara gisk svo. Egil, sko, Solla, hún er sem-í-skikk. Á, ég segi ykkur bara offer. Nei, Rikki er ekki að hendi ykkur bíl eða eitthvað. Hann er bara, Þetta er bara þú að segja hvað þú heldur. Hann er bara að hlusta á ykkur fótboltapodcast og með fótboltapodcast, hann er ekki hugmyndu hvað að segja. Svo er hann bara að horfa á golfstöðina og allt þetta. Sko, þetta er heitt faglega gisk. Ég er bara nokkuð vissum að ég... Þú veist þetta ekki, já? Ég veist það, ég vissum að ég veit það, en ég ætla að giska offer. En ég skal leiða ykkur að taka þið upp, þannig að ég bara leiðilegt ef ég spoil ykkur sem er að ég... Þetta er Solon Diego sem er the oracle það kemur af nöfnum af börnum. Var þetta áður en að við fórum í útsendinguna? Já, þess að segir eigið nafni. Og sko þegar þú situr hérna og þetta tala með barnið eða eitthvað, þá sendi ég sérst á Solonu á Messenger, right over here, hörðu, og ég hef nokkuð sekundur og hún er bara akkurat online, sagði hvað nafn kallar aftur daginn, og þú sagði okkur á fyrr, hún sagði ég er nokkuð vissum að barnið mér heita Soldís og ég sagði af hverju, ég veit það ekki, bara ég held að heita Soldís. Hörru, hún sendi mér á Messenger Soldís, ég hendi andlitaður hérna Soldís og þú missir andlitið og verður hvítur fram. Þannig að follow-up spjall er eiginlega að fá Solon Diego bara í viðtal og nokkuð í brennslunni að þú kíkir til þeirra. Hvernig anskotarum hún er með hana hæfileika, þetta er ekki fyrst skipti sem hún kallar nafn á börn. Þetta er ótrúlega, hún þekki mig í rauninni ekki neitt sko. Og hérna, þannig að Solon Diego er nortnir sem vissi þetta. Og þetta er ekki fyrst skipti sem hún kallar nöfn á gríslingum. Í alvörunni. Jú ætla það ógeðslega creepy maður. Og hún er kölluð nortnin. En ég er ekki vissum að hún vilji fá það nikk á sig. Ég held að þetta væri Ég ætti að vera að tala Siggu Klinge. Þetta væri eitthvað svona þannig dæmi sko, spákona. Hún gerir grína þessu sjálf, kallar þessu sjálf nortnina í smá flippi. Þetta er gott kall. Þannig ég vil ekki taka krediti á þessu kalli, því ég átti ekki þetta kall. Nei, en þetta er rándýrt kall eins og það verður að viðkennast. Þannig að þetta er bara, það er gaman að þessu, þetta er góð saga. Og frammeðis mun ég bara senda á hana þegar ykkur celebrity er einhvers bad sko. Hún strætti hún að fara að giska á fleiri nöfn. Er ykkur, við þurfum að fylgjast með þessu, hvort það sé ykkur celeb sem eru ólétt hérna. Þá getum við fengið bara hitt í henni. En hvað er annars að frétta reikanu? Það eru bara frábært sko. Skemmt í kvöld. Já, bara skemmt í kvöld. Ég er náttúrulega að meðtaka þessar upplýsingar Solon Diego sko. En það er samt einhvern veginn, þú varst í paniki þegar hann sagði Nord. Það er einhvern veginn skára. Já, mér líður hans betur núna sko. Ég veit að Solon er yndislega manneskja sko, örugglega sko. En virðist vera Nord. Ég held sko að hann væri bara hún að geðvíkur sko. En hún var alltaf vildi ekki segja eitthvað í spjallinu þegar hún vildi ekki spoila nafni. Hún var það örugg með þetta. Hún ekki bara viti þetta. Og þetta er löngu áður að þú kemur í spjall til okkar. Löngu áður. Nei, ég fatt þetta ekki, veistu hvernig þetta tekið upp, af því að við eiginlega bara svona neglum bara loka ákvörðun, bara svona 3 dögum án í Kim í útsendingu hérna, þá er þetta bara signed, sealed, delivered. Já, ég get bara auðvitað fundið það út sko. Þetta er samdægur sko, Svo erum við að fara að taka upp hérna ekki í sumar, það er fínt á sérstæðan. Það er rosalega að giska á það áður þið ákvöða sko. Það var eiginlega next level shit hjá Nortninni sko. Sko við ætlum að taka upp útilegu blöðkastins. Er ég að vera að heyra, já. Og við værum svolítið til í að elta hvenær byrjar Richard að fara í útilegur í sumar? Hvenær byrjar svona if the van is rocking don't come knocking eins og þess? Svona hafið það? Fyrsti des. Fyrsti des. Þú varst hjá okkur 3. des. 15. Við erum ekki búin að, ég held að þetta sé á miðvikudegi sem við bara svona árum að ákveða skiptadaginn og sagði þetta er nafnið. Þetta er fyrsti des sem þetta Jesús Kristur. Herðu, hérna, já, ég byrja í maí. Byrjar í maí. Við vorum með spáði fyrir maí. Hvenær ertu svona farin að fara í útilegur? Er þetta miðja maí að við viljum elta þig? Hvert heldur þú farir? Svona fyrstu mig. Ég mæli meir ekki. Ef þú festir hjólið síð alveg við jörðunar en það hristist ekki alltaf svona mikið, þá hættir fólk að kvarta á. Já, það er ekki að kvarta og hristist ekkert. Sástu eigavídeóið með skiptir ekki báli. Þannig að miðjan maí. Já, cirka bát. Erum við að tala um hísi eða tjaldvagn eða bara tjaldið gamla góða að blása hérna sem poppar upp? Nei, ég er bara í hjólisum. Nei, fyrir okkur. Er eitthvað leift á allt sjálfsvæð? Er Richard bara leifð inn? Já, við erum bara fjölskyldufólk. Það fá að fara á tjaldsvæð. Nei, hvað meinur þú? Hann er ekki bannað nýst þar. En erum við ekki að tala um að Kjafta er þetta. Erum við að fara í gamla góða vangótjaldi bara hendaði upp og það poppast í 3. Hverju mælur með
við erum að fara í útilegu, við þurfum að sjá allt sjálfur. Við nennum ekki að fara í eitthvað flóki sko. Þannig að þetta bara, við erum að gisti eitt sólarhring og fáum gesti og þetta bara eins og jóladagatali nema bara við erum að búa til 8 þætti. Já, ok, lang auðveldast bara líka upp og þið getið tekið upp þá bara leiðið hjólísi. Nei, það alltaf, við þurfum að vera í útilegu Já, við erum ekki að fannsja vesen samt sko. Útilega það, þú veist, við þurfum að geta ekki að blása upp bara svona tjöld. Það eru geðveik uppblásin tjöld og það eru bara 3 herbyggi, stofa og allt sko. Já, förum við það. Við til í það. Það bara flott. Og þau þóla öllu veður og þú kemur ekki að Já, þú verður að koma, út lykilmaður. Sko, þú þarft eiginlega núna ákveða hvenær fyrsta útilegan í fjölskyldunni, hvar hún og þið viljum melda. Nei. Sétt hvað Valdís spenntur heima að hlusta hann maður. Alltaf að vera með þetta, hann kemur bara sér gestur. Við tjálta við hliðina á. Hann náttúrulega í 4 daga eða eitthvað, en við verðum bara í 1 nótt. Við þurfum að vita hvert kallin að fara. Ég svolítið þannig, sérstaklega í maí og júní, þá ég ekki að fara langt. Já, fílum það. Þú veist, þá maður kannski að fara bara langa helgi. Er það ekki bara Hraunborgir í Grímsnesi og eitthvað? Það er ekki bara 45 mínútur. Við þurfum alltaf ekki að fengja einhverja gesti til að geta komið til og 1 og 3, það verður að vera veður. Já, það verður gott veður. En þú ekki bara elda veðrið, er það ekki gamla góða bara? Já, eins og útilega ógeðslega skemmtileg, þá ekkert leiðilegra heldur en rigning og rók í útilega. En ertu komið í einhverja svona grúppur? Ertu á Facebook bara, hvar ætlum við að hittast helgina og svona? Nei. En eru gestirnir, eins og Fossetinn ætla kannski að koma, hitta á okkur, taka smá með útilegunni. Og þú veist, við erum alltaf með gesti, það er fullt af gestum. Þannig að við þurfum að reikna, við getum ekki farið ólangt því að hann ekki að keyra í 3 tíma. Nei, það er ekki að fara langt bara. Ég meina, ef ég sé bara 10. maí, 18. maí hérna helgi næsta, lukka gott við þá bara Skaga bara, getur við gjörð það? Skaga? Nei, ekki. Það er róksvæði Steinþór. Hvað er best að vera? Það er best að vera inn í landi, á Suðurlandi, eins og til dæmis Hraunborgir, Flúðir, Reykholt, geðveik Vínstofa í Reykholti. Hvernig er staðan það núna? Hún er ekki góð, það er verið að vinna í skilti. Rétt á hún dettur inn í bæinn með mynda Steinda. Ekki bara að hræðast þetta. Það er ekki vissast í græna, það er út að segja það. Ég elskar Grenivík. Erðu við að fara eitt í lag, Rikki, þú bara situr þetta áfram með okkur. Já, ég geta bara að chilla. Já, ég fíla það. Þetta er FM. Þetta er okkar besti maður Aron Kahn hér með allt það sem ég var. Eitt gammalt og gott, talaðu bara Kvarasís í höllinni. Þá náttúrulega Aron Kahn í höllinni líka í september. Já, það er allir í höllinni. Já, við erum orðið uppsett. Það var alltaf nánast allt farið, þannig að tryggja ykkur með. Netan var að keyra í aðra tónleika og fjölskyld tónleika. Já, King of Rap með 2 hann í mæ. Það getur verið í höllinni bara út árið næstu. Það ná til á netinu eitthvað. Það er ekki vissin að borga reikningan, ekki lofa okkur því. Enda vel, hæfilegar ykkur ungu drengur, en það er Ég vil alltaf beint að kafa í budduna. Já, bara eina sem hann talar um hann eigin. Netan elskar ekki meira að tala um budduna sko. Eina sem við spjöldum félagarnir í fitness sko. Buddan? Já, bara þannig. Gengur vel. Þetta fyllir á höllina bara svo smellir fingri og fyllir á ræðið og þægilegt líf. Já, líka bara eins og við rættum Ice Guys, þessi tónleikar á þeim í höllinni. Við þurfum að mæta það er bara komið til að vera það sjó. Já, bara það er, ég elska það að mettarinn það mikill. Já, er það ekki bara alveg steady? Ég er 100%, sko, kristlíkanir elska þetta. Það voru alvöru tónleikar sem svona með Ég var eins í Barney Hljómsveit, svo var Messages Club. Við náðum bara haldið á lífi 3 mánuði. Já, þeir gikkuðu yfir ykkur. Messages Club er búin að, fyrir Ice Guys, þeir náðu einhvern veginn margra ára kistlu, sko. Já, þeir líka fóru ekki sama túr og þeir náttúrulega voru að Blönduósi og þeir tóku allt landið. Kom frá Ítalíu. Það er talandi höllina. Það gleymir stundum, ég veit náttúrulega bara hvernig umræðan var eftir höllina hjá okkur sem var bara skita. En sko Messages Club var rosalega á sviðinu. Já, sko. Allt sem gerðist á sviðinu var sturglað. Það gekk vel, já. Það var leiðindi að fólk alltaf að komast út og einn útgangur og allt í að bara skita fyrir utan það, sko, þegar Messages Club fer á svið þarna. Það fór alltaf á hliðin. Það var geð. 10.000 mann sturlu, líka gasmaðurinn mætti 118 kíló skafinn. Ég hef ekki séð hann í mörg ár þegar hann lappaði inn, sko, hann var svona 93-4 kíló skafinn þegar það er mest sklöpar, hann er 118 skafinn núna, sem mætti CS-mann, sko, þetta var geðvikt, sko, 69 árgerð, 3% fita. Við tókum þetta allt upp, við þurfum eiginlega að fara, þurfum ekki að gera eitthvað úr. Það væri, sko, þetta er geggja footage, gera eitthvað stuttmynd eða eitthvað og negla á The Gram og það er bara þannig, en það er hins vegar komið að spurningakeppni Gilsarans og hvað voru að tala King of the Mountain, já, og þegar ég var að upplifa núna minni fyrstu skíðaferð erlendis og nú skilja okkur fólk að segja að þetta er besta frí sem þú fara í, það er ekkert eðlilega gaman. Rikki, skíða þú? Nei, en ég hef heyrt að þessar skíðaferðir séu geggjaðar. Ok, þú ert þess að við steindi. Þú elskar Jager, Richie.
Já. Það bara jager, þú veist, það jager út alltaf. Ég hef einu sinni farið á skíða á æfinni og fótbrotnaði. Já, hvar varstu, hvernig fóst það því á Íslandi? Já, það ekkert flókið að fótbrotna á skíða. Ég meina að brekkurnar eru 3-4 metrar. Ég var 6 ára að slaka á. Já, þú 6 ára? Fótbrotnar eru 6 ára? Já. Það alveg skellur fóreldrana þar. Það er reitt. Hvað læri brotnaður? Hvað er brotnaður? Á fætinum. Já, hvað er á fætinum? Lærbrotnaður eða? Ég man það ekki, þetta bara, ég brotnaði bara fæti. Fótbrotnaði? Nei, ég er áhuga maður beinbrot og... Já, frábært. Förum í spurningum. King of the Mountain. Þetta ég er að fara að kippa öðru komur eitthvað með á næsta ári. Hendur út í djúbulögina. Já, er það bara sá sem vinnur King of the Mountain, hann fara að koma með? En hinn vill kíkja með, það segir aldrei nei. Steindi segir hann viljið ekki. En ef þetta verið Dottir og Tísku, hvert ætlar það þá? Dottir og Tísku? Ég haf með fyllibettumanna sem var frá 18 ári í röð, sko. Dottir og Tísku að fara á skíði? Eina sem sagði Magga Skef, nýja bestu við minn, þú uppdættir með hvaða viku og það eru næsta ári, ég ætla að bóka nákvæmlega sömu viku aftur. Er hann nýja besti vinnin? Já, Maggi Skef? Nýja bestu við minn. Hvenær sendaði hann síðast góða nótt? Sendið þú besta viðinu góða nótt alltaf, það er mjög weird sko. Þú varst að segja í byrjun þáttar hann að senda þig góða nótt. Ég veit það, en ekki hverju kvöldi, það skrítið hverju kvöldi. Var það ekki bara úti? Reyndar ef hann væri að senda þig ennþá núna góða nótt á hverju kvöldi, þá þyrstur eiginlega að láta að tjekka á honum. Nei, það var ekkit gott komedi sko. Sko hérna sérðu, að sendi mig reglulega takk fyrir kvöldi og hlutur að vera gaman og þú staðfestu skilabúðinu. Já, takk fyrir kvöldi, gaman, já, sömulegir gamli, já. Það stendur ekki góða nótt þarna. Sé mér að segja góða nótt, sko. Við verðum að fá Magga Skef ekki blöggast. Svo sýndi með bílskúru sinn, þannig sést, opnaði, við vorum á okkur stað sem heitir á Bokk, sem ykkur 2000 metra hæð þarna, ykkur í fjalli. Magga Skef, með ykkur dýrasta kampaði við náðan á staðnum og það geti gerð mér saman hvað það kostar og svo sýndi með, hörðu, sínaði bílskúru minn. Ég bæði við á ekki bílskúru í fjölbílskóum, sko. Var það með geymslu á staðnum með það? Nei, mættalega myndir og Steinþór. Já. Og það var svona 12-13 luxusbílar á þinni, allir ykkur blæjubílar 90 ára gamlir. Þú átti ekki bílskúr fullan af bílum? Ég hef ekki bílskúr og veist, ég hefði engan svona gamla luxusbíl að setja inn ef ég ætti. En væru ekki til í að vera með bílskúr og okkur luxusbíla? Jú, það er geðvögt. Ég verð að spyrja eina spurninga þegar Rikki er hérna, hann er að fara að gigga svo. Ef þú mættir velja, þú mættir aldrei tala aftur við Rikka eða Magga Skef, hvað myndir þú taka? Rikka? Hvað er það vangið? Ég sko... Þið er búin að vinna lengi. Hvað meinar þið? Nei, þið er búin að vinna Magnús Skefing er drullu saman með þið, sko. Varst þú íþrótta álfurinn eða? Nei, hann er ekki vinurinn til margra ára. Sko, Maggi Skef sagði mig, það var heimsmetunda að hoppa og snerta lappindan svo spíkatti eða splitti eða whatever. Heimsmetu á 3 var, hann gerði 40 sinnum, fekk svo vindil. Gerðu þú það, Richie? Narsisista celeb sleikja eftir hann hendi Rikk undir rútuna. Vinir í 2 áratug. Nýbúin að kynnast Magga Skef. Maggi skíðar, Rikki fótboltaður. Ég ætla að elska Richie mjög vel, en þetta er held erfitt atrið. Elskar Richie mjög vel. Ég velja Sportacus, sko. Ég elskar Richie mjög vel. Hætti að láta mig velja. Já, ok, þeir eru báðir jafn góðu vinnir. En ég elskaði samt smá Rikki. Takk. Ég hafði gaman að þú mættir hann í Blackouti til dæmis í Monkey Park, það var gaman. Herðu, ég var að fara í King of the Mountain. Þú varst ekki með þá? Jú, víst var ég með. Varstu í ferðinni? Já, herðu, United Liverpool nýbúinn. Nei, þú varst ekki í Abagarðinu með honum? Jú, veist hann var með skýsluna. Hvað með það? Hvernig? Varstu bara út? Jú, Rikki er ekki, hann er til að ræða þessa abaferð, sko. Já. Það búið að ræða hana miljónsunum, Steinþór. Það er ekki ræðinu, það er í spurningakerfinu. Ok, sko, þetta er ekki mikið á rössum og jullum og okkar. Þetta er meira bara hérna, ég vil nokkar vita hver virkilega væri betri í fjallið. Ég skilji. Það er komið tíma á einu svona þroska. Þegar disclaimerin kemur áður þá yfirleitt. Nei, sko, ég er ángrist, nú er ég ekki að segja, þetta er skrítin hérna. Ég fíla það. Elskar spa? Þá er hún ekki skrítin, þú veist það. Þá er hún venjuleg. Ok. Ég elskar spa, já. Ok. Búndur og blöð, eða fylgir skíða fyrir og fyrir spa? Ég elskar fyrir guð. Ég get ekki sagt það, sko. Nei, þú ert ekki spakall. Þú reyndar elskar heitapottin. Það var reyndar, það var spa á hótelherbygginu í London sem var gætt. Inn á herbygginu? Já, bara inn í sturtunni kastu bara kveikt og takka og kom spa, þú veist, það var svona gufa. Já, gufa, já. Þú veist ekki Monkey herbyggi. Ég fór nú alveg í það stundum, en hérna það verið helvítið hart þegar þú varst á hótelherbyggi með spa inn á þeim. Það var innkoman eitthvað. Þú ítti bara að taka og var breytist. Og það er aðeins að fara að skoða hvað þú ert að fá fyrir þessa veislustjórn og mótið mér. Já, þú ert ekki hótelherbyggi. Ég ætla að segja, ég sé ekki fan á það beint. En þú ert samt, þú öll kvöld í heitapottunniðnum með red wine. Nei, það er bara ekki rétt.
En þú elskar heita pottiðin Já Ég held að núna, ég held að sé enginn jafn duglegur að fara í heitan pott og þú í kringum mig Mér er gott að svona fara yfir stöðuna með svona hátt Við vorum að skemmta daginn í Keflavík, við vorum að keyra heim 11:30 og þú sagði, ég hlakkaði til að fara heim í pottin Pottur er partur á spa, sko Já, þú veist, en málið er það eins og þegar maður til dæmis er að ferðast og svona Mér veist mjög, þú veist, ég farið í eitthvað svona spa Þú veist, þú ferð með einhverju fólki og ert í því nokkra daga Svo ferðu vaknar og hendir í spaið Þá er ég lélegur daginn Steindi elskar ekki spa Þetta er punktur á mig eftir hann Að vakna og fara í spaið Ég tengi alls ekki við það, sko Mér finnst ekki að skrýta að vera ný vakna og fara í Ég skilða alveg að fara kannski bara mánudegi Þú ert ekki að fara út að ból Þú ert ekki að fara að drekka bjór Eins og skíðaferðinni sem þú mætir í næsta ári og vinnur þetta í dag og þetta er 1-0 fyrir blöð Þá enda í daginn, ég skil þig Þá skýðir þetta svona 4 og svona, sér tekur klukkar þetta er svona 17:30 svo fallir upp að herbyggi og þá fyrir sturtu og gerir til svo bara steik og raut klón 7 Hvernig var spaðið? Þannig að spaðið er svona 16:30 cirka ekki snemmu morgun Ég gerði eins og þau mistöku í AC að fara í gufu það ger ég aldrei aftur það fór eitrið út og þá bara fattaði maður hvað er ég að gera bara það er eiginlega að vera fullur allan tíma það má ekki renna þér það má alls ekki renna þér en málið er að það er þú mátt ekki gera þetta í svona ferður sem er smá sullir í þú verður að gera þetta bara að koma heim Ævar fucking Gudmundsson sem er hérna með vegginn hann sagði að hann var að skíða eitthvað til minn selva eða eitthvað ég vissi þetta ekki um það er svona undercover löggur í þessu fjöllum sem fylgjast með og þetta er raging alcoholic að skíða hann tók okkur uppeyju og stoppaði okkur 2 gæðum að skíðum þetta er fullur það Býtu, þetta sektaði fyrir að vera fullur að skíða hann sagði bara, þú tekur allt svona uppeyjun og tekið að skíða þetta er sver mínus á ferðina ég sá enga svona skíðalöggu hérna í Madonna nei, menn að þú ert búin að fá þig nokkra bjóra eftir að skíða ertu sektaði? Þetta er alltaf nokkri bjórar en þú ert blackout að skíða í bannað sko já, en ég er skíði titla sem faratæki Nei, hann sagði við hendur úr brekkunni sagðan. Já, ég kannski farartæki Farði næstu spurning Ef það er 1-0 fyrir blöð Samt skrítið út að því að Steindi elskar heitan pott sem er nett spa hann elskar pott en ekki spa ég er heiðalegur í þessu en þú veist að ég hata ekki þetta bara gott Þegar þú ert erlendis elskar þá að vakna klukkan 7:30 fara í morgumáttin fá þar coffee and omelette Nei Ég hef aldrei náð morgunmati ég vakna ekki og fer bara niður í matin ég bara fer út og fæ mér eitthvað því ég sé eitthvað gott Þú ert alltaf síðastur út Nei, ég vakna ekki bara shit, hvað klukkar Hörru, það er hálftími í morgunmati maður ég ætla að hoppa það niður og þú veist, ég nenni því ekki Það er ekki morgunmat með fjölskyldunum í frí Jó, auðvitað Ekki 7:30 kannski Við erum að tala um í skíðaferð þá verður þú ekki mættur hérna í morgunmatin Nei Ég myndi ná honum en ég elska það ekki Nei En sko þetta veldur alltaf hvernig hann fer í beddan Já, ég ætla að taka annar punkt Ég væri mættur í morgunmatin Já, þetta er dagdyrkju frí Ok, 1-0 fyrir blöða þá 2-0 2-0, sorry maður, ég er í þetta Það var að pakka það samastendi Ég heyrði það Labbar að stundum með fjöll á Íslandi Nei, það hef ég aldrei Jú, ég farið alltaf upp á steinin hérna Ég sagði stundum, bara ekki einu sinni Bara hefur stundum gert það Ég er náttúrulega bífið liðin á Lágafelli en það er ekki fjall Jú, það er fjall, það nákvæmlega það er Labbar stundum það upp Já, ég Punktur 2-1 Þetta er spennandi aftur sko Ég fyrir þetta með hundur og hverjandi Já, það er geðveikt Þetta er ekki fjall Ég sagði það Hvað fjall labbar þú upp? Ég meina að þú kalla grænuklöfuna fjall líka Þá náttúrulega labba ég alltaf sem graki Grænuklöfi? Er þetta ekki körrenda í dæmi? Ég er ekkert að labba upp á eitthvað fjöll Hvað er þetta? Lágafell? Spurðu gerðugjörðina hvað það er í metrum Ég held þetta sé ekki fjall Aldrei, þetta er hóll Nei, alls ekki Southern Mountain 300 metrar við sjáumálið, það er alveg fjall sko Ok, það var 2-1 Þannig að það er 2-1 Elskar Aperol Spritz og Jägerbombs Já, mér finnst það bara I'm a fan Það er þá smelt passið eins og þú drekkur þarna sko Já, ég meiri þann og ég er hann kannski Það er eitthvað við Aperol Spritz en það fallega svona appelsínudrykk með snjóin í bakgrunni sem ger hann ekstra sexy sérstaklega sólinn dettur inn sko og svo Jägerbombs og Snorri Björn Sturluson eitt besti fastansæðar landsins hjá Valhöll pantaði 32 Jägerbombs saman kvöld og Maggi skefað með hópdansinn og það var kistla það kvöldið sko það er ekki fyrir auðmíkjar sko Það er Egil sem búin að segja að Maggi skef átti Þetta er bara nýja bestu verið minn 3-2 Steindi út komin einhvern aftur inn í Já, back in Elskar að smíða content Ég get nú ekki sagt það Nei Þú er það betri í en Steindi sko Þú ert ekki eðla lélur í Steindi Mér er það gaman Tekur einu og eina mynd eins og að fucking er í þetta sko
Flóki fyrir bara taka upp content. Ég skil ekki hvað bara lappið, þú reynda tókst að þú varst að lappið úr götuna, það var flott. Hann setti það bara okkur. Já, sendir það okkur. Þá sendir ekki þáttu that shit að vera online, maður. Ég sendi meira á ykkur en online. Tókst svona gumma kýr og lappið úr götu, það var geðveik mynd. Það var bara fyrir þig. Já, ég gerði það fyrir þig. Já, það var samt premium content. En hérna, sko, ertu að tala content creator, ertu að tala að fara með svona síman onni í fróðuna og allt í næri komin eitthvað annað? Eða ertu að tala bara hann bara að tala að dæla á grammi. Já, ég meina, ég tek alveg tartinni að vera ég henda alveg á grammi þjóður úti. Já, þú veist ég held þetta sé stig á hvoran. Þú veist, blöð betur samt, sko. En málið það, vera að henda á grammi ekki að sama að vera content creator. Nei. Það bara, ég og blöð erum ekki content creators. Það er ekki jafn gaman, þið búið til, sko, þetta er alltaf list, þið gerir hann annar staðar og svo Gummi Kíró, hans list er bara the gram. Okay. Ég er mjög að ég fílaði við þetta, ég elska búið til content, ég er content creator. Ég elska að vera þessi skýðið það er svo mikið af skemmtilegu trallslut að gera. Ég tenni og vaknaði, fer út, get ekki Connor-vídeó vissulega, það er svona að ég get gert hann að 2 átti svo fer ég á ströndinu og fæ mér steik og þá get ég tekið Ocean View og that's about it. Þannig var það var svo mikið sem gætt gert. Ég held að þetta sé meira svona að maður er einhverstaðar úti eða er einhverstaðar ferðin svo sestu niður og það er einhver bara fyrir á klósti eða eitthvað þá bara, já, ég ætla að skoða myndir heim. Þú veist, þetta er ekki meira. Þú ert ekki eitthvað, maður er ekki að kokkit á kottanum, sko. Nei. 3-2 fyrir blöð. Hann er staðið núna að leiðinni með Gilsandi Madonnu í februar næsta ári. Það er ekkert annað. Hefur þið búið til lag með The Gay Icons, The Mountain Boys? Já, eru þeir gay icons? Já, þeir eru það. Við séum þessi gæja. Mountain Boys, já, fjallabræður. Já, við hefum gæst það. Það er hugulega gæjar, sko. Hvernig svo besti? Allir með yfirvara skegg og rosalega gæjar. Gay Icons. 3 ár eftir að 4-3. Ertu til að eyða severe amount of cash í að smíða skíða átfiti, það er eiginlega mikilvægast að í ferðinni? Nei, ég myndi vera hérna bara í 66 úlpinu og 66 Já, það er dýrstu skíðaföld sem þú ferði í, sko. Það er 66, sko. Ég er að tala bara föld sem ég á heima, ég færi ekki að vesla hagkaupsúlpu, sko. Og taldi dýrstu úlpu. Nei, ég myndi vera í 66 úlpu sem kostar eitthvað 250.000 og það er einu sem myndi vera í. Það er dýrt, blöð. Ég sko, ef þú ert að tala með að myndi fara og kaupa okkur eitthvað svona helgalla og skíðahjálma, þá held ég að sé nei. Já. Ég var að tala ég fæði með föt sem ég á. Ég fór inn í 66 og ég dressaði mig upp vel fyrir þess að ferð, sko. Það endar á því ég vissi að þetta er tenni veður upp í fjalli. Ég fór með 3 stóra ferðartöskur 2, hafðu heyrtu það? 3 ferðar fyrir vik? 3 stórar og 1 carry-on. Þú veit að ég held ég var að fara í eitthvað vetrarferð sem var í kalt, þú veist, svo bara steikjandi hittið hana, beru ofan upp í fjalli. Þannig ég skeitnaðist þar, en þetta er alltaf fyrsta ferðið. Þannig að ef þú þarft að vera tilbúin að eyða því að lúkið í fjallinu er miklu betri en þú veist hvað þú er góður á skíðina, sko. Það fyrir bara eftir hversu krins þú ætlar að vera þetta. Þú veist, hvað meinar þú? Þú getur alveg farið í ykkur úlpu að það. Ætlar að vera svo trúður í brekkunni. Ég veit frekar vera svo trúður heldur en að vera svo pleppi. Ok, pleppi að vera sexy, ok. Veitu, hvekja okkur búnt að það, held ekki. 2 eftir. Elskar að keiri í því með King Magga skef. Já, ég er alveg til í það. Já, báðið punkt þarna. Við náttúrulega höfum allir kyrti okkur með honum, sko, frábært kvöld. Ok, nú var ég að hraðurlesa síðan spurninguna og það er svo mikið döðafæri og jafntefli hérna sem þið eru komin báðið með næst. Jesus titty fucking Christ, maður. Býtur, hvað er staðin í þessu? Það er 5-4 fyrir blöð og 1 eftir. Og Steindi, býtur, ef að jafntefli fyrir að hafa báður að fara. Það endar þetta 5-5. En fyrir ekki hvoru bara? Nei, þetta endar 5-5 og treinskilin. Hvort elskar meira, The Mountain eða blöður? Þetta er alveg sakalegt. En þú voru að Ef allt er eðlilegt þá er X. Nei, ef allt er eðlilegt þá er bara 6-5 og ég tapa. Þú veit, okkur er allt eðlilegt, okkur á ég ekki fór stig. Já, þú ert svolítið fjallakall, sko, þeim að sögðu króki. Ég held að Ég er ekki fjallakall. Ég færi þetta sem ég er blöðurinn orðið fjallakall. Ég fekk ekki stig frá að lappa upp á fjall. Steindi fekk það. Sko, Steindi, hvað svarar hana? Það var heldur gott að þetta var jafntefli. Já, ég meina, ég get alltaf svaraði þannig að að þú veist ég hvort tekur þetta er gaman að þessu. Þetta er létt svar mín megin. Já, þetta er bara mjög létt svar mín megin líka. Ég bara elska fjöll bara ekki það mikið, skilur. Nei, blöðrur. Hörðu, þetta er rosalegt. Það er 5-5. Þeir eru báðir að koma með Ég fæ stig líka. Valdur úr blöðrur? Ef ég ætti að velja brjóst eða fjall.
Já. Það er létt svar sko. Já, ég held að ég Nei, ég skal taka fjallið Þannig að ég ætlum við Förum saman Við Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Þetta er þér að hlusta hér á FM 957 á FM 957 og þetta er Rihanna hér Umbrella, eitt gammalt og gott en það er hins vegar komið að dagskrálið sem heitir Brandar á pappa Steinda Senior slæður og leta strengi Það er einu uppbóndum mitt hérna eins og þetta er sko Já, hann var Sérstaklega því að ég veit að Steinþór er ekki að pre-listen á þetta Hann er ekki að edita Hann er á nálum það nýtur á play sko En eina sem ég nú sé núna að tjekki þetta hann er búin að unsenda þrisvar og senda aftur hann er hættur að senda mistökin Ég elskaði mistökin Hann kannast unsenda, hvað kendur hann það? Ég veit það ekki Kendur þú hana? Sigga Mistökin voru eiginlega best Hvernig unsenda ég þetta drastlina? Einu sinni voru prestur Nei, býttu nú þetta okkar vitlu Sigga Já, ég Alltaf gaman fyrir rassabandarinn sko, það er uppbóldum mitt Já, hann var ekki gróður síðast En hvað er hann búin að senda margir dag? Vonandi í dag Hann segir hérna Þetta verður alltaf erfiðar og erfiðara 2, 4, 6, 8, 9 í dag Okkur sendir hann ekki bara alltaf 4 og 5 Og þá er léttara fyrir hann að Við tökum þetta bara svo kveðið Þetta er margir brandar í dag Já, þetta er ekki aðeinslega margir Ef við ekki bara byrja þetta gott með fyrsta Já, ég veit að fólk býður spennt eftir brandarhóttinu sko Hann er komið alveg fanbase Já Herru, þá byrjaði þetta Fyrsti brandarinn, hann hljóma svona Ætlum við að gíska á pönslan eða bara spila? Byrjum á að spila hann Ok Sjáum svo til á þetta Ef ég erfi ömmu mína þá veit ég ekki hvað ég að gera við hana Já, fínast að byrja Hvaða svipur þetta er ekki, þú veist þetta er pappan sko En fannst þetta ekki stertir ekki það? Þú ert hérna, en þá þú voru að vera heiðarlega með þetta Þetta er allt í lagi Hvað fannst þetta viðbjöður það? Ég sá aldrei viðbjöð, þetta er bara, jú, þetta er bara fínt Þú varst með ömmu þínar ekki í hjólastólum í Jungle Park og lappa henni við brúna hann Nei, og við tókum hana saman í hjólastólum yfir svona hengibrú Sko, það var svona brú sem hún var alveg við það slitna Richie er að lappa yfir þess að hengibrú með gömlu Er það að hengibrúna í abagarðinum? Já That shit went online hjá mér Ég á creating content Ég vil óskast að þetta væri ennþá up and running Svo þetta fyndi En hvað ætlar að gefa sem brandara frá 0 til 10, Riki? 5 ok 5 Hann byrjar yfirleitt sko sterkustu brand Hann vinnur á Þannig að þetta er sko 5 núna Þá er hann að fara að henda snemma í 10 Þetta er brandara 2 11 sekundur Á veitingastanum Ég vil gjarna panta mér borð Þjónnin, nei þú miður Húsgögnin er ekki til sölu Rikki hristir alltaf bara haus Hann ætlaði að panta borð Hann ætlaði að kaupa borðið Hann ætlaði að panta borð Já Við náðum alveg brandarann Ég er með það lága greindaustul Ég er ennþá meðtakað The Punchline sko Það gæti spila en ég er búin að skýða þær og svo að tenni þar undan og ég er búin að 6 vikur að jaga sko Þú ert líka að fara að finna á þér Þessi var hræður Þessi var hræður Nei Sko betur fyrir ekki að Steinþór Ert þú að gigga í 70 brúkum árið? Herru, hann sagði Ég ætla að panta borð hjá þér Og hann segir, herru, því miður Húsgögnin er ekki til sölu Það er ekki hægt að panta þetta borð Þetta er eitthvað góða bandar Ég var að fatta núna sko Er það ekki? Þetta er góða bandar Maður fattast þetta seint Já, þetta er 3 núna Hann er að vinna á Þessi var alveg 7 Ef þú heitir Ari og prumpar Ertu þá prumpari? Ég elskar prumpbrandara Ég klika bara í Það er allir hlegið að þessum Það er svolítið bara Ég veit bara dómur á þáttum Ég hugsa að ég sá fyrir mig Sverrir Bergman hlæja allan Herru, þetta var rosalegt Ég var félag sem heitir Ari Og ég ætla að vinna með þetta Prumpari Já, ég var prumpari Herru, höra næsti 10 sekundur Lögreglan, af hverju stannstu bílnum? Ég þurfti að komast í vinnu En af hverju tókst ekki strætó? Að ég er ekki með meira próf Það tók bílum Ég er ekki með meira próf Þessi var sterkur Seniorinn er að rífa sig vel í gátt Það var gaman að hafa meira svona rassagrín Það eru 5 eftir 5 eftir? Þetta er ekki mikið hálnaður Nei Hvers vegna taka hafnfirðingar með sér skóflu þegar þeir ætla að þvó kjallaragluggana til þess að geta grafið stiga niður Já Hafnfirðingar brandari Það er ekki byrjað að hrista á hausinn
Rikki er rosalega dómar Ég ætla að fara beint í næsta svo hann missi ykkur ekki Nei, hann ekki missa mig, missum aldrei Af hverju fluttu grísirnir 3 að heiman? Af því að mamma þeirra var svo mikið svín Já, allt nefnilega að koma tilbaka Þessi var góð Mamma er á svín Þessi var góður Þessi var helviti góð, mamma er á svín Ég elska að bara það sé að senda brandarhætti hverju Ég verði til í svona 20-30 stykki sko. Það er ekki leiður á það er svín í gjánum Það eru 3 eftir 4 sekundur hérna, þetta er stutt Hvað hérna Rikki? Þetta er bara mistug, það er ekki 4 sekundar brandari Já, það er bara snillinga sem ná að hendi í brandar á 4 Hvar ætti sínjörun að halda sitt fyrsta gig? Hvar heldur hann myndi fylla? Gamla bíó Heldur hann myndi fylla gamla bíó, Rikki? Heima hjá sig kannski bara Herðu, já, það er kallt er að klara Rikki er ekki að heima Já, ég fíla bara að það er samkeppni í gigbransanum Akkur er Rikki að vilja samkeppni Það er nóg brjála að gera í honum Samkeppni er góð Það er alls ekki góð sko Ég Þú veist bara eiga markaðin Ég vissum að sínjóri getur fyllt gamla bíó Ég kennurst að reyna á þetta Segða hérna, 4 sekundar brandari Hvernig drepur prest? Kirkjan Þessi var góður He's back Sko, ef við félag tökum ekkert að live show sem aldrei gert í blöðkastinu þá verður hann að vera með sínjór og lesa upp stóðan 30 frá brandar Það verður álveru veistlam Þá kemur sínjór alltaf inn Hann kemur bara inn í svona 10 mínútur myndi taka set og bara Við þurfum ekki bara að halda live show Hlaðfréttur með live show beint í bílinn Við höfum okkur eina podcast á Ísland sem ekki allir live show Þungavættin, þegar ekki allir live show Við höfum bara eins og við höfum aldrei pælt Myndur þú treysta fróðan og mæk að vera live fullir? Nei Það er þetta live show sem ég myndi mæta á Hættu vel í þá báða Þetta er besta live show in the history of mankind Ég skilja aldrei að vilja ofta Hverju er ekki með live þátt á auksina Því að ég þarf að klippa svolítið úr þættinum alltaf í hvert skipti Þegar að Stjáni fer á stað Sko, þú þarf bara að segja við fólk þarna Þarna að fólk að skilja síman eftir bara einhverju fötu við hurðin Það er enginn að labba hérna inn með síma Það er það alveg hreinu Þú ert með sjálfsfróðarann, svo ert með King Mike Það er ekki símar Hvað er bara ekki brandar eftir? Það eru 2 Hvenær er rétt að segja hundunum sínum að hann sé ættleitur? Þetta er Hörðu Þessi punchline er ég ennþá slow Hvað var punchline á þessu? Og það er allir hundar eru ættleitir Já, þeir eru allir ættleitir Herru, við fyrir mikið Herru, hann lokar þessu ögla með látum Shit, hvað maður er heimskur 8 sekundar brandari Ég er ennþá að skilja bara 2 brandara sem ég skilja það Nei, herru, enda er hann að vinna með clever dæmi Það er ástæður ég er ekki með eitthvað gríma að vinna alveg tekja eitthvað Það kemur þú núna síðasti brandarinn Hann lokar á sig Foreldrar Leifs Eiríkssonar hafa verið eitthvað skrýtnir Hver skýrir son sinn í höfuð á flugstöð? Herðu, Þessi er eiginlega einn bestu Þessi var helvíti Það var að þú skildir hann Já, presturinn og kirkjapresturinn var gott Ég skildi 60% af Kirkjan var mjög gott Já, prömpari og það var hellingur hann í Hann átti fullt af hlátri En eins og ég segi, þetta væri sko Segjum hann væri núna með 10 mínútna bit Hann getur sagt svona 500 brandara Sko, ef við tökum live show Þá er alltaf sett Sínjórinn kemur alltaf með sett Það er bara þannig Og við veljum kannski bestu Þegar við hlustundur gleyma Við veljum bara 15-20 best Kemur hann ekki bara með 9? Já, það er 9 Leif Eiríksson er alltaf inni Hann er frá make the cut Það er komið að vinstalasta lagi á Íslandi í dag Það er Týnda kynslóðin, drengir Og þetta er Þetta er up your alley Já, þetta er bara Gig Við stakkum langar ekki að fara Bara leið og ég heyrði þetta lag Svo augnakonfekt Með þessu jakka og þetta andlit Þetta sé svona Hann er virkilega Lítur vel út maður Svo grannur líka Ég ætla bara að setja lagið á Þetta er heitasta lagið á Íslandi í dag Lorian Alaska Gross og þetta er Týnda kynslóðin Þetta er Hafnarfjörðin Topp tónlistarstuðin FM 957 Hárið þar við CPD Reykjavík og Loop Zero sem að færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og sko við vorum með rándina gæst áðan Rikka G en já það er með fullri virðingu fyrir Rikka það er komin dýrari gestur einn stærsta popstjörn í Íslands Frikki Dór, verður velkomin Frikki D Takk fyrir Fyrsta spurning er alltaf hvernig ertu? Ég er frábær Já, sagður okkur einn aðan bara seldan verið betri stæður bara líður mjög vel bara geggja lítur vel út mottan upp á hönd Sko þetta er geðsjúkt
Stöðugt yfirvaraskegg. Ég móttum að þetta alveg, þetta geðveik móta. Takk maður. Þetta fyrir þig eða gælurnar? Þú veist, bara bæði, skilur við. Þú veist. Þetta er fyrir alla. Þetta er bara fyrir alla, skilur við. Þetta er svona þjóðareign. Þú verður bara einhvern veginn að gera allt fyrir þjóðina, skilur við. Þjóðin á þessa móta. Þetta er ítölsk móta. Já, hún er ítölsk þessi. Og bara, þú veist, ég reynir bara að hafa hann bara mjög vel snirtilega. Ég vil ekki, þú veist, vera hárin sé að leka niður á vörina og þetta dót, sko. Það má ekki. En ég verð að spyrja, litar hana? Nei, helviti ertu með góða rót hana. Já, hún er dökk. Dökk er hún. Ég taka eftir núna, þú ert með rosalega góða skeggrót. Hefur aldrei prófað að taka bara svona leifis bara go nuts og bara sjá Nei, ég hef aldrei farið þangað, sko. Þjóðin vill það ekki. Heyrðu, veit ég hvað, ég var daginn, sko. Þá var ég byrjaður að safna þessari, sko, og hann var við hliðina á mér á hlaupabrettinu, hann Böddi klippari, bara einn mesti klippari og besti á Íslandi. Heyrðu, hann bara kom til mín, við hefum nú aldrei spjallað áður. Bara má ég komast í þetta. Bara þessi rót, þetta er rosalega rót. Fór að tala um skeggrótin, þannig allt í hennu núna hef ég smá trú á, ég hef aldrei haft trú á þessu skeggrótin, núna er ég, það var að fara að gera eitthvað með þetta. Aldrei að fara að geta, aldrei. Ef þið takið til meira Ice Guys, það gæti verið eitthvað svona að þú værir búin að vera tíndur ykkur staðar í 2-3 ár og þeir finna þig og þá getur þið verið búin að safna. Steindi, það vill ekki að safna nema þú. Hann vill bara vera sexy, maður vera sexy í friði. Þú vilt að safna allskegg og vera ógeðslega. Þið mér langar að sjá hann allskegg. Það er eitthvað ógeðslega þó sem er allskegg. Það er allir meira sexy vel snirtir en eitthvað. Allskegg, sko. Nefndi ekki að það er meira sexy með allskegg en vel snirtir. Það er bara miljón manns. Sverrir Bergman? Nei, hann er 100 sem er sexy, hann er bara vel rakaður og sexy. Hann er alltaf með skeggið alveg. Já, hann er satt vel snirtur. Þú ert skeggjaður núna. Já, ég var nýkomin að skýra það og það var ekki að raka sig. Ég gæti ekki að raka með það. Ég var það jafnlega á tíma minn. En talandi um Ice Guys, 3 serið búin, verður meira Ice Guys? Já, ég held ég með að segja það, við erum að fara að gera bíó. Við erum bara að slökka á þessu KSK og hættum þessu bara. Hvað er það ekki bara að blása þetta? Í stað að vera að fylla einhverja 10 hallir í desember. Ég var að meina þættir vittisengur. Þetta er bara komið gott maður. Þannig að það var bíómynd. Já, það er að koma. Það er stórt, ég vissi það ekki. Nei, er ekki bara tökur við erum bara tökur í mæ, held ég. Já, mæ, já. Ice Guys bíómynd. Hvað snýtt ykkur leikstýr í því? Nú, það er okkar besti Hannes Þór. Ó, bara sá besti. Já, sá besti, já, þetta veist. Hann er búin að leikstýra öllum seríunum. Já, ég veit. Skrítið að fara í annað leikstjóra þegar það kemur á myndinni. Nei, akkur að fara úr bestagæðarum í ykkur sem er ekki af góður, ég veit ekki það. Já, það er skrítið. Það var mjög skrítið. Það var skrítið. Það er bestagæðan. Það var mjög sérstætt. Engin annar kemst nálátunum. Nei, ég veit það. Það er nú málið. Þetta er okkar besti maður. Já, það verður að viðurkennast. En sko, hvenær tökur þið því? Það er í maí. Ok. Og yfirskeggið er ekkert tengt því? Nei, ég er reyndar, sko, afi minn, hann er ekki hrifinn af yfirvaraskegginu og ég hitt hann í matabóði heima daginn og hann eitthvað svona, já, þú ert að gera þetta fyrir eitthvað hlutverk eitthvað? Ég sagði, nei, reyndar ekki af mig, ég er bara eitthvað að leika með. Ég sagði, já, ég sagði það, ég er að gera þetta fyrir the ladies. En hann, sko, hann greinilega var ekki alveg að kaupa það því að svo hélt hann áfram og var hann alltaf í matabóðinu að segja við hinn og þess að, já, og Friðrik, hann er að safna skeggi fyrir hlutverk. Skammaðist því bara. Það er gott. Útskýra skeggi. Já, það var eitthvað gaman að því. Sko, við höfum átt að tala um so many hits. Mér langaði að spyrja þig, Friki. Fylgistu vel með Spotify-reikningnum? Já. Ok, getur þú nefnt mér 5 vinsælustu lögin á Spotify? Akkurat núna? Nei, bara bara mest spila fucking núna. Sko, ertu að tala um 5 lögin sem byrtast á forsíðunni hjá honum? Nei, sko, ég er með 10 hérna. Ég er bara hvaða lög, hvaða 5 lög, eru mest spilustu lögin frá upphafi. Já, ok, bara all time. Þá fer maður Þá er þetta síðskipti, þetta er Fröken Reykjavík, þetta er Rétt Ástin á sér stað. Rétt. Þetta er, held ég, Allt yfir 3 milljónir. Þetta er, held ég, getur verið að þetta sé, það er eitt lagi viðbót sem er yfir 3 milljónir. getur verið að það sé hérna Hata hafi ekki hér. Hárrétt. Og svo já, ég fylgist betur með og síðasta er það, getur verið, það er það hlið við hlið. Það er hárrétt. Já. Með 2,3. Hann er með þetta gjössalega upp á 10.
So many hits Rain Man Ég vil þetta vel gert. Já, þetta var helviti vel gert. Ég veit að ég er svo góð með tölur En sko, svo var að koma nýtt lag Góða minnati Þessi kjól Hvað varst að vinna með þarna? Þar Þetta eitthvað kjól sem konan var í? Já, þetta er bara eitthvað svona skemmtileg lína sko. Svo fer þetta þú veist, þetta hljómar þessi kjól en svo fer lagið beint í eitthvað vistu það Þú veist, það er ekki verðilega hluti sem skipta máli Þetta er bara, það snýst bara bara, þú veist, að vera í góðu sambandi við hvort annað Þannig ég fer úr, ég er svona eins og ég sé að tala já, og fer beint í bara mjúka frissa, bara beinaleið, sko Þannig að, en þetta er gott lag samt Þetta er svona soft frissi, góður núna, þú veist, veðrið úti núna, cozy, nice, eitthvað Ég spotta það, þú vinnur svolítið með Ég vinn svolítið með the seasons Já, svo sumrin þá förum við með eitthvað smá partí Já, ég reyna að gefa eins og ég segi, ég er í þessu öllu fyrir þjóðina og ég reyna að gera það sem þjóðin vill Já, eins og máttan Fyrir við tekist ágætlega Þetta hefur gengið fínt, á því sem mætti fólk vera duglegur að hlusta á þessi kjóll við þurfum að fara inn á Spotify núna krakkar og hlusta þess á það Þetta skoða, við spilum alltaf sem blogga Já, þetta er náttúrulega ótrúlega óþægilegt að þessi komið hann að artist-dótið Hann sér hvað marga spilar í gangi live, þú veist, ég get orðið svo rosalega vondur í skapinu En það er ekkert öll lög Það er ekki hit, skilur, stundum einhvern veginn að þetta flugi og stundum ekki Já, og mér finnst ég sko, mér finnst þetta að vera erfiðar mér finnst alltaf vera sko, ok, nú ger ég þetta bara svona og þá, nei, byrju, það gekk ekki og svo ger ég bara eitthvað svona, einhvern veginn, ég skil ekkert Svo vandar ég alveg ekstra mikið og það kannski hittir ekki neitt Já, þá er ég að tala sko markas, liðina á þessu, skilur, maður gerir náttúrulega bara eitthvað lög sem maður fílar og bara, þú veist, ég er ekki að elda neitt þar en ég er að meina svona plöggið á undan Það virðist ekki vera neinn formúla í þessu Það er mjög erfitt að átta sig á þessu, sko, finnst mér En hefur þú sest niður og hugsað meira, ok, nú bara semjum við eitthvað hittara Hefur þú hugsað bara, herru, þetta er, ég veit að það er ekki hægt að sittast niður og semja hittara En hefur þú hugsað bara, ok, hvað væri svona liðið til í, veist hvað ég meina Þannig þú ert ekki að semja fyrir þig, þú ert ekki að semja konuna eða börnin Ég myndi nú segja kannski síðast að þá gerum við til í allt þrjú svona, þá var svona, já, væri ekki komin tími á til í allt þrjú Ég hugsa fólk væri alveg til í það En það, svo sem auðvitað að gera hitt Steinda og herra og til í allt þú veist, við Það verður ekki bara haldur sem komst á það er bara til í allt 40 Já, ég meina ég segi, það er engin ástæð til að stoppa Nei, þetta geti allir farið áfram En svo eru líka tónleikar Það er hittaramessa, talandum all these hits Já maður, hittaramessa 16. júni í Kriganum Það er rosalega Stúkan er farin, eigum eftir á gólfið Stúkan er farin, þú fór bara strax Já, en þú veist Krikin er eitthvað gott location Krikin, manstu Krikin var Það var rosa, það er minn heimavöllur Ég elska að spila þarna Og það er hellings bara svona tónleikasaga líka í þessu húsi Þetta er gott tónleikahús Tekur marga líka, hvað er þetta? Já, tekur 3000 manns Og er bara svo mikil bara, mér er gaman að fá fólk í Hafnarfjörð og fá fólk í Krigan og taka móti svona, mér líður meira eins og ég sé svona einhver host sko. Ég held ekki að lið elski að fara á tónleika þarna og ferði í bæinn, bókar eitthvað dressa, gerir eitthvað úr þessu Já, þetta er svona þetta er svolítið þannig einmitt svona þú þarft að taka daginn í þetta sko. Allir í frídaginn eftir hana, þetta er þriðjudagur I like that Já, þetta getur að kíkja hana félag En sko, ef við ætlum að komast að inn, hvar verður maður að tryggja sig með það? Já, það er á tix.is Tix.is Það er eða sexy myndaður þetta grínast það er mottan ég fór með mottuna Það er eitthvað dóra og svona Ég alveg síð svona Hver mottan í afbyrði er hún komin til að vera? Sko, málið það líka að mottan hún er bara komin til að vera Ég ætla að vera með hana Ég er að vinna með hana bara og líð vel með hana Fyrsta sem Egil sagði við frá labbarinn inn Ég hef aldrei segið að fucking sexy En ég held sko eins og þú veist, fyrir hlustundu blöð, þú veist, sko, eins og koma og hittar með þessu, jú, gaman og hittar með þessu allt það, en það er líka, þetta er rosalega mikið að tækjufærum fyrir drengi þarna, því að þetta er miklum hluta konur sem koma, að koma og svona, þetta er fullt af tækjufærum fyrir þessar strákar. Einhleypi drengir sem eru komnir til að mögulega hitta einhleypa stúlkur og það eru nú mörg pörin orðið til á hittarmessu. Hvað er ratioið á svona gellum og gæjum að þeir vanlega á þetta? Sko, gellur, allavega sem sagt kaupendur á miðunum
eru svona kannski 75%. Boom. En það skal ekki sagt að það getur vissulega verið að einhverja sé að koma með manni sem það er margir núna að köpa með já, en við þurfum, já, það er hellingur að leiri sann og sérstaklega náttúrulega eftir ég byrjaði með The Stash þá er maður í ratioið er að hækka og það Stassi er að selja þetta sko Stassi selur Friki alltaf heiður að fá þig hingað spjall og við ætlum að kveðja þetta spjall á nýjasta lagi Frikka það líka að vera tánum, það verður uppselt þarna og nú leitni við erum að klára þetta já, stúkan er farin, tix.is tryggið ykkur á hittra messu 16. júni sjáu ekki eftir því, hér er hans nýjasta þessi kjól, Frikki, takk hérlega fyrir komina takk fyrir mig, góða helgi og gott líf FM 957 held ég okkar besti maður Frikki Dór, þessi kjóll hvað kallar hann sig þarna? Þægilega frissa, nei já, var þetta ekki kósi frissi? Kósi frissi þetta er svo fyrir hann að skrúið upp sko núna væntalega við næsta lagi svo kemur eitthvað svakalegt núna í suma þið þekki hvernig hann vinnur hann sagði þetta, hann bara vinnur eftir ástíðin en þetta er búin fljótt að líða drengir hún 10 mínútur í 6 og já það er búin gaman í okkur þeir eru svona fljótt að liða já þetta bara flög fram hvernig helgin hjá mönnum Egil, það er mæntilega bara að þú ert komin heim og byrjar að vinna já, ég bara work, koma fólki í form 70% íslika eru of þungir þannig að nú bara get back to work það er ekki frítt að vera ellendis í janúar og februar nei, og sérstaklega sko átvitt er miklu dýrar en ferðin sko það er miklu dýrar að kaupa átvitt en flugið og hótelið og það allt sko ekki hjá öllum samtaldi jú, bara þetta ég og blöð eigum þetta áttu ekki snjóböksublöð jú, getur ekki verið svo úlpu líka trúður ef ég er bara snjóbuxum úlpu er það eins og trúður ég efast að einhver benda á einhver gæja sem er í úlpu og snjóbuxum og sé djöðs trúður þetta já líka bara ef ég fyrir einhverja skíðaferð og það verður að hýja mig út af fatnaðinu maður fyrir aldrei það er enginn að gera það sko en býtu sko þegar þú vorst alltaf litin á hann hérna svarta brekkan þá er brattast og blá eitthvað blá, rauð fyrstu við ekki hérna heitir þetta ekki bunny slope sem við þurfum að byrja nei þið myndu bakka vel upp bláa þetta er einn dagur, þið getur meira sniðu taka kennslu og taka 2-3 tíma hitta ykkur meistara, hann skólar ykkur til that's it, ég myndi alltaf fyrir kennslu já, ég er ekkert að fara bara að klæða mig skí og renna niður og þú veist, hvað þarf bara að klæða hópin, gaman að sjá okkur djöðlari til að vera með ykkur í dag maður, því kennsluna já, það er ekki bara einn dag, þetta er 7 daga ferð og bara tökur 3 tíma það svo bara þeir eru báðir athletes með athlete bakgrunn þeir náðu þess að korteri ég myndi að bara vera í gólfferðinni sem þú oft farið í og allir er að fara í bílana og keirum og bjóri í skottinu og í hitanum þú segir, herru djöð, horfur eftir hópnum fara bara og ferði svo einn í kennslu hjá okkur Veistu að þú ert að eyðileggja Nú er ég alveg hættu við Í 2 tíma Þið öll að fara eitthvað upp í brekku geggjum gýr og ég bara með einhverjum krökk upp í bönnisló Þú bara að kaupa þér nýjan skíðagalla Kennar er stemningsmaður með Aperol Spritz bara og allir ferski sko Það er ekkert vissan sko Ný skíðagalli maður og í kennsluna Já, herru, ég minni á það er risa leikur í Síkin og morgundringir Þegar ég væri ekki að skemmta þá var ég á leiðinu norður Hvernig fer það? Tindastóll Grindavík Við stólaðum, við þurfum að vinna þetta á morgun Það ekki? Hvet alla sem er að hlusta til að brunna í Síkin Við erum á raskatinu Stólanir? Við erum á raskatinu Raskatinu? Blökkastið er ekki á raskatinu Jú, við erum á stuppbuxunum Við erum á raskati, ég bara skil ekki hvað það tala um Jú, við erum á rassinum á stólunum F95blöð.is Verður við ekki að virka síðuna? Já, við þurfum að virka hana Hann ætla að gerast áskrifta blökkastuninu síðinni En það væri gaman að En þetta er risa leikur Ég var til að fara að skrifa fréttirinn og greinar Hvað er nú F95blöð.is? Fréttir og greinarinn, hvað? Ég veit ekki, bara linka okkar skemmtilegt maður Ég er alltaf að sjá okkar skemmtilegt Þetta er eiginlega bara linkur inn á blöðkastið F95blöð.is, þetta er bara linkur inn á blöðkastið Já, þú getur verið gerst áskrifta blöðkastinu En þetta er heil heimasíða Þú getur verið með blöðkastið og greinar og lindir að blöðaranum eitthvað að fælast heima Stóra fréttir fyrir þá sem eru með blöðkastið og hafa fylgst með þessu Það er ekkit ólíklegt að það komi loksins út F95 blöð myndirnar á þessu ári Þú varst bara á fundi Við erum búin að tala um þetta í nokkur Þú varst á online fundi, má ég ekki segja frá því? Jú, þú mátt alveg segja frá því En við getum ekki Við erum kana, hvernig talaður við hann? En við skulum ekki lofa Ættu, drengur, byttu Varstu bara svona picture with this En stráka, hlusta það saman Við viljum ekki fara að lofa neinu Þetta er orðið líklegt Við getum orðað þannig að blöðkastspilin sem maður er búin að vera með á heilanum núna lengi Það eru hreyfingar í þessu Það er nokkuð ljóst og hérna ég get bara ekki beðið eini gallin er að þetta kemur út
Ég mun alveg bara kaupa líklegast helmingin og upplæðinu bara strax. Ég mun býður öll að kaupa þetta sjálfum. Ég myndi vilja eiga þetta. En hérna, það er eitthvað að gerast í þessu. Og þetta Zoom-fund. Já, hvernig talar við á? Ég hætti þessu drengi. Nei, ég talaði fiskur. Var að passa þig, þegar þú búin á Zoom-fundi, áður og hristir þig að slökkva á Zoom-drasli. Það ekkert verða en að gleyma því og that shit goes online. Það verður að muna því. Svo er eitt í þessu drengir. Hérna, ég að fá mikið send með blöðkastið, hérna, jóladagatalið. Já, það fór út, það kemur aftur, þetta er bara seasonal. Já, þetta er seasonal, þannig að þessi mistu jóladagatalinu það kemur aftur í nóvember. Við erum bara spennt, við setjum aftur inn í nóvember og svo nýtt dagatal í janúar. Nei, í desember. Já, það kemur inn í nóvember sem upphittun fyrir nýja sem kemur í desember. Og talandi blöðkastið, þá styttist líka í páskabingo blöðkastið, það verður haldið miðvikudaginn 1. apríl. Þetta er ekki aprílgap. Þá verður páskabingo blöðkastið, og ef það er einhver góð fyrirtæki að núti sem vilja taka þátt í, þá sendu okkur á tal@tal.is. Og by the way, bara koma þegar fyrir fyrirtæki, þegar þú borgar ekki fyrir þessu auglýsingu, þú bara gefur okkur vöruna og hálf þjóðin er að horfa á þetta bingo. Þetta er bestu auglýsing sem þú farið fyrir the cast, fyrir að gefa vöru. Það lótur þetta sé ekki öll fyrirtæki á landinu. En það er ágætt að taka fram, þetta er ekki litlu jólin, þetta er ekki 50. Nei, þetta þurfa að vera alvöru vinningar. Þetta eru bara einhver 10 bingo sem spilum, þannig að við þurfum að fá, þetta eru alvöru vinningar. En getur böndlað nokkra vinningar saman? Það er bara þannig, við þökkum kella fyrir hlustun í dag, minnum á blöðkastið á þriðjudaginn, annars heyrust við næsta föstudag og Egill, hann er ekki með neina ferð plana á þessu árið, þannig að það verður fullu bátur hér næsta föstudag. Það er líka eins gott, takk fyrir í dag. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957.